Góðan daginn. Verið velkomin hér í Vinnueftirlit ríkisins á alþjóðadag vinnuverndar sem að ILO, Alþjóða vinnuverndarstofnunin, heldur árlega 28. apríl. Alþjóða vinnuverndardagurinn hefur einkunnarorðin samvinna og samtal jákvæða vinnustaðamenningu og vinnuvernd og það byggir á að viðhalda forvarnar og heilsumenningu í vinnuumhverfi. Það hefur komið í ljós í rannsóknum að í þeim löndum þar sem að samvinna og samtal starfsfólks, atvinnurekenda og stjórnanda öflugt, þegar til dæmis komið að setningu neyðarlaga stefnu og íhlutunar, þau lönd komu best út úr COVID-faraldrinum og vægi stéttarfélaga til áhrifa á vinnuvernd jókst í faraldrinum með markvissri samvinnu allra aðila, til dæmis þegar varðar kröfur áhættumat, fyrirkomulag fjarvinnu, aðgengi að kerfisbundnum sýnatökum, bólusetningum og persónulífum. Ég vil vekja líka athygli á því að ILO, Alþjóða vinnumálastofnunin, heldur fund strax eftir þennan fund sem verður einnig á netinu sem að nefnist High Level Virtual Discussion on Acting Together to Build a Positive, Safety and Healthy Culture. Þannig að það verður nóg að gera hjá okkur í dag að fylgjast með ráðstefnum. Hvað hefur Vinnueftirlitið gert varðandi verkefnadrifið hagkerfi og netvettvanga, það sem við köllum gig og platform work. Við höfum tekið þátt í norrænu samstarfi sem við köllum Nordic Future of Work, sem auk samstarfs með Eystrasaltsríkjunum og Norðurlöndum sem kallast Nordic Baltic Undeclared Network. Svo erum við jafnframt með stýrihóp hér framtíða vinnuvernd, en í honum eru fulltrúar frá ASÍ, SA, BHM, Samband íslenskra sveitarfélaga, BSRB og fjármálaráðuneyti. Og þar erum við að ræða meðal annars þetta verkefnadrifna hagkerfi sem að verður svona umfjöllunarefni hér í dag. Og við höfum líka verið að kynna og halda fundi með sérfræðingum og í eftirliti innan Vinnueftirlitsins hvernig við getum tekist á við þessa nýju framtíð í vinnuvernd. Bara hratt yfir. Það ekki til ein samhljóða skilgreining á hugtökum í verkefnadrifnu hagkerfi og dálítið hugmyndaruglingur til staðar vegna skorts á kerfisbundnum greinamun og tengdum fyrirbærum. En deilihagkerfið má segja að sé vísa til hagkerfi sem byggir á því að deila og afla og veita vörur og þjónustu með því að nýta netvettvang, það er að segja online plattform. Og aftur á móti vísar verkefnabundið hagkerfið, svokallað gig economy, sem hafa kallað hagkerfið líka, til hagkerfi sem einkennist af sveigjanlegum og tímabundnum störfum, þar sem að sjálfstætt starfandi starfsfólk, svokallaðir freelancers og sjálfstæðir verktakar taka þátt. En við teljum kannski að hér á Íslandi séum við ekki mikið í þessu verkefnabundna hagkerfi, en ef við tölum deili hagkerfið í heild sinni, að þá erum við mesta deili hagkerfi heimi, eða allavega fyrir COVID, þegar svo kom fram í frétt frá sænsku hugvitinu Timbro sem að sýnir að stærsta deili hagkerfið var Airbnb með það bil 1,5 milljón virkra gestgjafa í 213 löndum og var Ísland þar langefst á lista. Þannig að við erum ansi framalega í þessu, þó við kannski hefum ekki gert okkur grein fyrir því. En það er náttúrulega spurning hvernig staðan í dag þegar ferðaþjónustan að taka við sér aftur. Það verða valdir fyrirlesarar í dag, bæði hérðan innan Vinnueftirlitsins og síðan frá fulltrúum frá
samtökum atvinnurekenda og launþega og einnig 2 fyrirtækjaráðgjafar, annar sem hefur sérhæft sig í gigginu, getum við sagt, og einnig almennir fyrirtækjaráðgjafar. En ég ætla að kynna fyrsta á svið í pontu, Margréti Ingólfsdóttir, en hún ætlar að fjalla félagslega vinnuumhverfið og ég ætla að óska til hamingju afmælið, þetta afmælisbarn dagsins. Gjörðu svo vel. Okay. Kærar þakkir, Sigurður. Það er mikil heiður að fá að hefja afmælisdaginn svona góðu tilefni með svona góðu fólki. Já, eins og Sigurður nefndi, þá heiti ég Margrét Ingólfsdóttir og er sérfræðingur á heilsu og umhverfissviði hjá Vinnueftirlitinu. Og í dag ætla ég að fara svolítið yfir þær áskoranir og þau tækifæri sem felst í hinu félagslega vinnuumhverfi þá út frá sjónarhóli Vinnueftirlitsins. Og ásamt því að fara bara svona aðeins inn á áskoranir sem fylgja hinu verkefnadrifna hagkerfi. En mig langar að byrja að skoða aðeins vinnuverndarlögin okkar. En í fyrsta kafla þeirra er tilgangur og gildissvið þeirra meðal annars skilgreint með þeim hætti að leita sér við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi sem jafnan sé í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu. En þróun felur í sér breytingar og aðlögun að lifandi umhverfi og það má kannski segja að vinnuverndin snúist einmitt það að aðlagast og þróast í takt við umhverfi sem stöðugt breytist og færir okkur nýjar áskoranir. Áður fyrr þá voru áherslur vinnuverndarstarfs nær eingöngu á þá þætti í vinnuumhverfinu sem gátu leitt til líkamlegs heilsutjóns, en í dag erum við farin að horfa á vinnuumhverfi í miklu víðara samhengi. Og nú vitum við að til þess að tryggja öryggi, heilsu og veljan starfsfólks, þá þurfum við að horfa heildrænt á vinnuumhverfið og taka einnig til þeirra þátta sem geta haft áhrif á andlega líðan starfsfólks. Og þess vegna skiptir félagslega vinnuumhverfi svo miklu máli. Og við þurfum að nálgast það með sömu ábyrgð og líka með sömu meðvitund eins og það þætti í vinnuumhverfinu sem eru áþreifanlegri. Þessi hringur sem þið sjáið, hann táknar 5 þætti vinnuverndar sem skapa heildræna umgjörð utan vinnuumhverfið. En Vinnuverndarstofnun Evrópu hefur lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að nálgast vinnuumhverfið á heildrænan hátt. Allir þessir þættir skipta máli, jafnvel þó þeir eigi við í mismiklu mæli eftir starfsgreinum og allir þessir þættir tengjast og hafa áhrif á hvern annan. Til dæmis getur félagslega vinnuumhverfi haft áhrif á stoðkerfisvanda og öfugt. En að því sögðu þá hefur félagslega vinnuumhverfi vafist fyrir fólki og það hefur svolítið verið tilhneigingin að leggja frekar áherslu á þá hluta vinnuumhverfisins sem fela í sér áþreifanlegri þætti. En þegar við hjá Vinnueftirlitinu tölum félagslegt vinnuumhverfi, þá erum við að vísa í þá skipulagslegu og samskiptalegu þætti sem hægt að hafa stjórn á í vinnuumhverfinu og hafa með öryggi heilsu og veljan starfsfólks að gera. En með markvissum hætti geta stjórnendur rammað inn þá þætti sem skipta máli í félagslega vinnuumhverfinu. Til dæmis með að skipuleggja verkefnaálag, stuðning, sveigjanleika, flæði upplýsinga, boðleiðir og hvernig tekið á samskiptavandamálum. En það er vel hægt að leggja línurnar að því hvernig við komum fram við hvort annað og byggjum upp góða vinnustaðamenningu. En margir vinnustaðir hafa til dæmis formgert slíka vinnu með gerð samskiptasáttmála sem unnin hefur verið í samstarfi við starfsfólk. En það eru vissulega fjölmargar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í hinu félagslega vinnuumhverfi í dag. Og í þessari töflu sem þið sjáið, sem úr skýrslu frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, eru taldir upp svokallaðir sálfélagslegir áhættuþættir sem eiga uppruna sinn í hinu félagslega vinnuumhverfi. Eru þetta meðal annars þættir sem snúa að skipulagi vinnunnar, samskiptum í vinnuumhverfinu og jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Þessir áhættuþættir eiga fullt erindi við okkur í dag. Þó að gera mig ráð fyrir að vægi einhverja þessa áhættuþátta eigi eftir að breytast og sennilega eiga einhverjir nýir eftir að bætast í hópinn þegar fram líða stundir.
Jákvæðu fréttirnar að við erum að verða miklu meira meðvituð þá þætti í vinnuumhverfinu sem geta haft áhrif á andlega líðan okkar. Nýlegar vinnumarkaðsrannsóknir sem Hagstofan framkvæmir fyrir Hagstofu Evrópusambandsins benda til þess að fólk á íslensku vinnumarkaði sé ágætlega meðvitað þá þætti í vinnuumhverfinu sem geta stuðlað að neikvæðri andlegri líðan. En Ísland þarna önnur súlan frá hægri. Og þetta síðara graf sýnir svo hlutfall einstaklinga á vinnumarkaði eftir löndum sem greina frá því að starfsaðstæður þeirra hafi valdið þeim streitu, þunglyndi eða kvíða á síðustu 12 mánuðum og á Íslandi þetta það bil 2–4% sem segja að starfsaðstæður þeirra hafi valdið þeim heilsufarslegum vandamálum á síðustu 12 mánuðum. En ef við heimfærum þetta yfir á íslenska vinnumarkaðinn sem telur alla jafna yfir 200.000 manns, þá erum við að horfa á 4–8.000 einstaklinga sem þetta gæti átt við og þá konur frekar en karla. Almenn vitundavakning hefur auk þess átt sér stað víðs vegar í samfélaginu að undanförnu og meðal annars í kjölfar MeToo-byltingarinnar sem vakti athygli á einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni og ofbeldi og krafði fyrirtæki og stofnanir aðgerðir. Ég setti hérna skammstöfunina Echo í sviga fyrir aftan einelti, áreitni og ofbeldi og mun ég hér eftir nota hana þegar ég vísa til þessara þátta. En í tengslum við þá vitundavakningu sem hefur átt sér stað áhugavert að skoða viðbrögð íslenska vinnustaða við MeToo-byltingunni. En samkvæmt niðurstöðum Kranet rannsóknarinnar sem framkvæmd var á Íslandi árið 2018 var algengt að fyrirtæki og stofnanir hæfust handa við að móta stefnu að Echo ætti ekki að líðast á vinnustöðum og sögðust 80% þátttakenda hafa farið í slíka vinnu. Að því sögðu þá líka áhugavert að skoða niðurstöður annarrar íslenskar rannsóknar, valdbeiting á vinnustað, sem unnin var fyrir félagsmálaráðuneytið árið 2019. Í þeim tilgangi að varpa ljósi á algengi og eðli eineltis og áreitni á íslensku vinnumarkaði. En niðurstöður hennar sýndu meðal annars að þriðjungur eða upp í 40% þáttttakenda vissu ekki hvort stefnur varðandi Echo væru til staðar á vinnustaðnum sem þau unnu á. Spurningin sem situr því eftir hvort sú vinna sem stjórnendur hafa farið í við mótun stefnu varðandi Echo hafi náð að skila sér nægilega vel til starfsfólks. Jákvæði punkturinn þó sá að það virðist vera augljós vilji til staðar til að vinna gegn Echo í vinnuumhverfinu, en jafnframt augljós tækifæri til að styðja betur við atvinnurekendur og vinnustæði þegar kemur að félagslega vinnuumhverfinu. Lagaramminn setur ábyrgðina í hendur atvinnurekanda sem þarf að sjá til þess að vinnuumhverfið sé öruggt, heilsusamlegt og stuðli að velja okkar allra. Þetta gerir hann meðal annars með því að sjá til þess að framkvæmt sé áhættumat á þeim þáttum í vinnuumhverfinu sem geta ógnað öryggi, heilsu og veljan starfsfólks. En að því sögðu þá langar mig að skoða nokkrar vísbendingar sem hafa komið fram í nýlegum íslenskum rannsóknum sem gefa til kynna að þetta lögbundna ábyrgðarhlutverk atvinnurekenda sé mögulega ekki að komast nægilega vel til skila og þá sérstaklega hvað varðar félagslega vinnuumhverfið. Samkvæmt niðurstöðum Kranet rannsóknarinnar sem ég nefndi hérna áðan, þá sögðust þriðjungur þeirra fyrirtækja og stofnana sem tóku þátt ekki hafa framkvæmt áhættumat á störfum sem framkvæmt voru á vinnustaðnum. Niðurstöður bentu auk þess til þess að stór fyrirtæki og stofnanir væru líklegri en meðalstór og minni fyrirtæki til að framkvæma áhættumat. En samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar valdbeiting á vinnustað, þá svöruðu aðeins 42% þeirra stjórnenda sem rætt var við að framkvæmt hefði verið áhættumat sem næði til alls vinnuumhverfisins og af þeim sem höfðu framkvæmt áhættumat, sögðust aðeins 7% hafa gert áhættumat sem næði til sálfélagslegra þátta. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar að það sé ennþá tækifæri til að stuðla betri framkvæmt áhættumats á íslensku vinnumarkaði og þá sérstaklega varðandi félagslega vinnuumhverfi. En að því sögðu, þá getur enginn einn haldið utan vinnuumhverfið og sé til þess að stuðla að öryggi, heilsu og veljan allra.
En það kemur það líka mjög vel fram í vinnuverndarlögunum okkar að vinnuverndarstarfið það sé samstarf. Atvinnurekandi ber vissulega ábyrgð á því að leggja línurnar og tryggja að samstarf skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs sé sem best, en starfsfólk og lögum samkvæmt skylt að taka þátt í vinnuverndarstarfi og láta vita ef vinnuumhverfi þeirra ógnar öryggi, heilsu og velja. Til þess að mæta þeim áskorunum sem liggja fyrir, þá þarf að efla getu atvinnurekanda til að koma ábyrgðarhlutverki sínu til skila, en leið efla vitund og þátttöku starfsfólks í vinnuverndarstarfi. Hver og einn sem hluti af vinnuumhverfinu hefur hlutverki að gegna og það hérna sem hlutverk vinnustaðamenningar verður ekki vanmetið. En góð vinnustaðamenning forsenda þess að viðhalda og stuðla að öruggum og heilbrigðum samskiptum á vinnustöðum, því hún setur ákveðin viðmið hvað sé vænst af starfsfólki og hvernig sé viðeigandi að hegða sér og eiga samskipti við aðra. En með gildum sínum og viðmiðum getur vinnustaðamenning stuðlað að góðu félagslegu vinnuumhverfi eða slæmu. Alvarleg vandamál og valdbeiting í vinnuumhverfinu geta verið afsprengi neikvæðra vinnustaðamenningar. Uppbyggileg vinnustaðamenning líka eitt af því sem getur stutt við öryggi í vinnuumhverfinu. En öryggi, það snýst nefnilega ekki bara gátlista, heldur öryggi hluti af menningu vinnustaða. Það því mjög mikilvægt að hafa skilning á áhrifum vinnustaðamenningar og átta sig á því að hluti hennar getur legið undir yfirborðinu. Undir yfirborðinu oft atriði sem erfitt að koma auga á, eins og til dæmis í þeim eftirlitsheimsóknum sem vinnueftirlitið fer í. Þá afar mikilvægt að vinnustaðir séu meðvitaðir þetta og átti sig á því að til að tryggja góða vinnuvernd, þá ekki nægjanlegt að setja skýrar öryggisreglur og skilgreina vinnuferla og stefnur en menningin fylgir ekki með. Þetta auðvitað nauðsynlegir hlutir, en því miður ekki alltaf nægjanlegir. Ísjakalíkingin sem setta fram á sínum tíma sýnir okkur að upp á yfirborðinu aðeins þau einkenni og svo hegðun sem augljós, til dæmis þegar við komum inn á vinnustaði. Við sjáum hvað gerast en ekki endilega hvers vegna hlutirnir eins og þeir eru. Við þurfum að vera óhrædd við að spyrja spurninga og ræða hlutina og ekki síður þetta ósýnilega. Samtali það hvernig við viljum hafa vinnustaðan okkar þarf stöðugt að eiga sér stað og ekki síst núna þegar umhverfi okkar einkennist af stöðugum breytingum. En við stöndum að sjálfsögðu frammi fyrir því að vinnustaðirnir jafn misjafnir og þeir margir og jafnframt tæknin að breyta bæði verkefnum og samsetningu starfsfólks á vinnustöðum. Eðli og umgjörð starfa að breytast og líka hvernig við skipuleggjum vinnuna okkar og eigum samskipti. En mér varst þessi mynd svolítið skemmtileg í þessu samhengi og hún fékk mig svolítið til að hugsa það hvað felst í því að vera hefðbundin vinnustaður í dag og hvernig verður hefðbundin vinnustaður eftir 10 ár. Vinnustaðamenningin, hún þarf að styðja við starfsfólk í þeim veruleika sem blasir við og hún þarf að þróast í takt við breytingar á eðli og umgjörð starfa. Það auðvitað óhætt að segja að það felist fjölmörg tækifæri í hinu verkefnadrifna hagkerfi og þeirri þróun starfa sem hefur átt sér stað og tæknin hefur gert mögulega, bæði fyrir atvinnurekendur og starfsfólk. En vinnuvernd þarf að þróast samhliða og við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir nýjum áskorunum sem mæta okkur á leiðinni áfram veginn. Og við þekkjum nú þegar ákveðna þætti sem rannsóknir hafa bent á og við erum farin að beina sjónum okkar þegar kemur að hinu verkefnadrifna hagkerfi. Og þrátt fyrir að störfin sem ræðir sé langt frá því að vera einsleit, þá hefur verið bent á ákveðna þætti eins og einangrun, stafrænt eftirlit og stjórnun, skammtímaverkefni og óbundin starfsferil sem svona þætti sem við þurfum að huga svolítið af. En hérna má sjá svolítið góða mynd af þessum þáttum úr skýrslu sem The European Trade Union Institute gaf út fyrir stuttu síðan. En það svo áhugavert að skoða afleiðingarnar sem þessar aðstæður geta skapað. En það til dæmis greinilegt að við þurfum að huga að því að fyrirbyggja streitu, bara eitt dæmi. Því að þó hófleg streita geti verið gagnleg, þá getur langvarandi og mikil streita leitt til alvarlegra afleiðinga eins og kvíða, þunglyndis eða kulnunar. Auk þess sem hún getur haft neikvæð áhrif á líkamlega heilsu okkar.
Þessi tafla sýnir okkur mjög vel hversu mikilvægt félagslega vinnuumhverfið fyrir framtíð starfa og hversu vel við þurfum að huga að samskiptum og skipulagi í vinnuumhverfinu okkar. Það jafnframt mikilvægt að atvinnurekendur séu meðvitaðir þessa þætti og hugi að því hvernig hægt sé að styðja við þá þessa giggara og starfsfólk sem tekur að sér tímabundin verkefni til að koma í veg fyrir að vandamálin sem við sjáum hér raungerist. Að sama skapi þarf að auka meðvitund þessa hóps vinnuvernd og mikilvægi hennar. Því eins og fram kom hérna áðan þá þetta samvinnuverkefni. Og það má sannarlega segja að þetta sé verkefni sem margir að velta fyrir sér. Og vinnustaðir að skoða til dæmis hvernig hægt sé að innlima þennan hóp starfsfólk inn í fyrirtækjamenninguna. Og það þurfa öll fyrirtæki að velta þessu fyrir sér, miðað við sína starfsemi, hvernig best að gera það. Vinnustaðir dagsins í dag einkennast ekki endilega þeim veggjum sem mótuðu umgjörð starfa áður fyrr. En það breytir því ekki að það ávinningur fyrir alla að hafa vinnuverndina leiðarljósi frá upphafi í þróun starfa og starfsumhverfi. Hver og einn atvinnurekandi og vinnustaður þarf að horfa inn á við og skoða hvernig sníða megi vinnuverndina að þeirri starfsemi og þeim áskorunum sem þar að finna. En í því samhengi verður áhættumatið og þó sérstaklega félagslega áhættumatið ekki vanmetið. En gott áhættumat gríðarlega gagnlegt tæki til að ná utan vinnuumhverfið og það áskorunum sem þar að finna. Matið á félagslega vinnuumhverfinu þarf að vera stöðugt og framkvæmt í samvinnu við starfsfólk, svo hægt sé að bera kennsl á þær áskoranir sem blasa við okkur á hverjum tíma og fyrirbyggja þær. En þannig stuðlum við að viðeigandi vinnuvernd sem í takt við tímann, bæði í dag og þegar litið til framtíðar. Kærar þakkir fyrir mig. Já, þakka þér fyrir, Margrét. Ég glemdi nú að minnast á það áðan, en það sjálfsagt að senda inn spurningar eða vakna einhverjar spurningar meðan á fyrirlestunum stendur. En ég þakka bara Margréti kærlega fyrir og það þá komið að næsta fyrirlesara sem Hrefna Hugosdóttir. Hún ráðgjafi og hjúkrunarfræðingur og fjölskyldumeðferðarfræðingur hjá fyrirtækinu Auðnast. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Mér langar nú bara að byrja og segja til hamingju með afmælið og daginn. Ótrúlega gaman og þakka fyrir að fá að standa hér og vera með ykkur í dag. Það líka bara gaman og gott að koma eftir Margréti og bara fínt flæði þar sem ég ætla að fara að ræða áhættumatið með áherslu á félagslega þættina. En mér langar kannski bara strax að byrja á að velta því fyrir okkur af því að við erum alltaf að tala öryggi, við erum alltaf að tala heilsuna, við erum alltaf að tala allt þetta. Hversu margir vöknuðu í morgun og voru bara, frábært, geggjaður dagur, ég bara örugg, ég bara hamingjusöm og lífið bara frábært. Í fæstum tilfellum þá vöknum við upp og byrjum á að þakka fyrir daginn okkar þannig. En af hverju ég að nefna þetta? Jú, öryggið bara grunnþörfin okkar allra. Ef við finnum ekki til öryggis, ef ég fer að finna til þess að öryggi mitt brestur að einhver leyti, þá fer ég að finna til, ég fer að finna áhrif af því, ég fer að finna til óöryggis, ég fer að finna fyrir því að það svona fer að halla undan fæti og bara á ýmsum sviðum. Þannig að öryggið okkar skiptir okkur bara öllu máli í rauninni til þess að við séum hamingjusöm, til þess að við bara getum í rauninni bara lifað okkar daglega lífi. Þannig að það kannski svona stundum gott að bara aðeins að tengja við grunninn og hvers vegna við erum að vinna þetta. Þannig að öryggismálin, þau eru víðar en þau hafa kannski fókusun hefur eins og Margrét komin á áðan. Öryggismálin hafa svolítið stuðst við líkamlegu heilsun okkar og það ótrúlega gaman að sjá á hvaða vegferð við erum. Við erum í rauninni að útfæra öryggismálin yfir á alla fleti heilsunar.
Eins og var komið inn á áðan, ég kem frá fyrirtæki sem heitir Auðnast, við erum sérfræðingar í heilsu og vinnuvernd og við vinnum alla okkar daga út í feltinu í þessum málum. Þetta hér samstarfshópurinn minn, fólki sem vinnur með mér flesta daga út í feltinu, inn í fyrirtækjum og stofnunum, en jafnan inn á stofu hjá okkur þar sem við sinnum meðferð og eftirlitshlutverki. Ég set þetta alltaf upp og hér sjáið í rauninni möndrun okkar í Auðnast, hringinn okkar. Þetta ekki sami hringur og Margrét setti upp áðan, þetta Auðnast hringurinn og ég bara verð alltaf einhvern veginn að staðsetja hvað við erum að gera. Þegar við erum að skoða félagslega heilsu að þá tengjumst hún öllu þessu, það í rauninni og þegar við bara skoðum heilsu almennt. Þannig að ef við kíkjum á þennan hring að þá þetta skilgreining okkar á heilsu. Því það bara hvernig við horfum til, hvers við þurfum að tryggja í fari fólks. Eins sjáið í innri hringnum að þar trónir orðið forvarnir á toppnum og áhættumat svo sannarlega getum við pinpointað við orðið forvarnir. Það líka gaman að því við erum að tala bara allar þessar breytingar, hvað þessi stað, hvert erum við að fara, hvað erum við að koma, að þá finnst mér alltaf svolítið gaman að setja upp skilgreiningu hennar Huber á heilsunni, en hún segir að heilsa hæfni til að geta aðlaga sig og nýtt sjálfstjórn til þess að takast á við félagslegar, líkamlegar og andlegar áskoranir. Og ég held að við getum öll verið sammála það að seinustu 2 ár það hefur svo sannarlega reynt á þetta. Þannig að það alltaf bara gott aðeins að byrja á að skoða grunninn og hvers vegna við erum að vinna hlutina og hvers vegna við erum að vinna þá eins og við gerum þá í dag. Við í Auðnast erum með réttindi á að sinna þessum 2 þáttum í áhættumati. Það eru félagslegi þættir og hreyf- og stoðkerfi, en annars erum við í samstarfi við VFSO-ráðgjöf hina þættina. Þannig að þessir 5 þættir sem að Vinnueftirlitið og vinnuverndarlöggjöfin segir okkur að við þurfum að tryggja inn á okkar vinnustöðum, að þá eru það þessi 2 sem að við berum ábyrgð á og ég ætla að hafa fókusinn á félagslega þættinum í dag. En aftur í grunninn, ég byrjaði bara alveg í rótinni, öryggin okkar, en svo erum við bara með skýra línur það hvernig þessu skuli háttað. Við erum með vinnuverndarlögin sem segja okkur að það skuli gera skriflega áætlun öryggi og heilbrigði á vinnustað sem byggir á áhættumati. Og Margrét lýsti því og kom mjög vel inn á það áðan í rauninni hvernig félagslegi hlutin að ákveðnu leyti hefur kannski orðið út undan. Við getum alveg útskýrt hvers vegna og það í rauninni af því að það þetta óáþreifanlega. Við erum ekki með bara fjölda slysa sem við getum bara skrifað og sagt að 5 atvik sem hafa átt sér stað á löngu tímabili. Þannig að auðvitað verða hlutirnir örlítið flóknari þegar kemur að þessum þáttum, þessum huglægu, þessum óáþreifanlega parti í vinnuumhverfinu okkar, en við höfum verið að þróa seinustu árin í rauninni okkar aðferðir, nota mælieiningar, nota viðmið, nota lista sem eru gagnrýndir til þess í rauninni að fanga þennan þátt. Við þurfum auðvitað að ná til allra þeirra áhættuþátta sem eru í vinnuumhverfinu okkar og ég bara hlakka til að útskýra þetta fyrir ykkur. En það alveg gott aðeins að velta fyrir sér af hverju gerum við hlutina svona, bara almennt bara þar sem þú vinnur, bara í þínu vinnuumhverfi. Hvers vegna eru hlutinni gerðir eins og þeir eru gerðir? Hvers vegna höfum við náð árangri? Og við getum alveg leyft okkur að skoða hvaða mælikvarða almennt erum við að nota þegar við metum árangur okkar, árangur af störfum okkar, árangur af því sem við gerum. Hvers vegna höfum við ekki náð árangri? Hvað hindrar, hvað tefur? Við segjum, það bara lykilatriði að við vitum hver staðan að það fari fram góð greining, að við forgangsröðum og við vitum í rauninni hvers vegna við erum að gera hlutina eins og við gerum það. Þannig að ég ætla ekki að staldra mikið lengur við það, ég bara leyfi mér að renna strax inn í áhættumatið og aðeins að útskýra hvað það sem við gerum. Við byrjum alltaf á því að senda forgreiningarlista sem tekur til, þetta mjög langur og ítarlegur listi sem einungis stjórnendur fá. Þar erum við í rauninni að skoða alla þessa þætti, þessa 5 þætti í vinnuumhverfinu sem ber að skoða og meta. Til hvers? Jú, þá erum við aðeins að draga saman hvað það sem gæti mögulega kannski þurft að skoða frekar en bara félagslega umhverfið eða hreyf- og stoðkerfið.
Við förum alltaf í skoðunarferðir. Af hverju gerum við það? Af hverju er ekki bara nóg að leggja fyrir lista eða hitta fólk og setjast niður og taka viðtölin? Við þurfum alltaf aðeins að fá svona þennan áþreifanlega hluta. Við þurfum að vita hvað fólki er að tala eða hvaða svör við fáum og við þurfum í rauninni að skilja það í samhengi við það umhverfi sem fólk er í. Þannig að við leggjum mikinn áherslu á þennan lið. Við þurfum að sjá, við þurfum að heyra og við þurfum aðeins svona að geta áttað okkur á því sem ræðir. Við tökum viðtöl við starfsfólk. Í langflestum tilfellum erum við að tala svona cirka hálftíma sem að ráðgjafi frá Auðna tekur samtöl við starfsfólkið og í kjölfarið að þá förum við úrvinnslu og greinargerð og leggjum fram tillögu að úrbótum og verkefnalista. Ég mun fara frekar með ykkur hvað það sem við gerum, hver eru þessi flokkar sem við skoðum. Svo auðvitað kynnum við niðurstöðu fyrir stjórnendur og fyrir mannauði. Þar gefst tækifæri til ábendingu og þetta snýst alltaf þetta samtal sem við erum að eiga við vinnustaðinn. Og við í langflestum tilfellum lagðar stað með einhvers konar aðgerðar, plan, lista, byrjað að forgangsraða, jafnvel meira þess áður. Við erum oft bara eftir það að við förum yfir forgreiningarlista, bara jafnvel yfir fyrstu samtöl við stjórnendur, erum við búin að átta okkur á að það er hægt að leggja stað í einhvers konar vegferð, að við erum strax búin að pinpointa eitthvað sem þarf að byrja á. Það er alltaf kynning fyrir starfsfólk og þar erum við líka í þessu samtali. Fólk hefur tækifæri til ábendinga og mjög oft þarna búið að leggja af stað með einhverja aðgerðaráætlun það hvernig skuli bragðast við. Í kjölfarið þetta eftirfylgni. Ábyrgðin að sjálfsögðu á atvinnurekanda og þeim sem í rauninni hefur verið verkbeiðandi en okkar í rauninni að vera ákveðin eftirlitsaðili. Eftirfylgnin það auðvitað bara ræðst algjörlega af niðurstöðum hversu ítarleg mikil, fyrirferðarmikil hún og yfir hversu langan tíma hún tekur. En ef ég bara kíkja aðeins á áhættumatið, ef við bara förum aðeins hvað það sem við raunverulega erum að skoða, þá þið sjáið þetta áhættumatsteymið okkar í Auðnast. Við erum alltaf að bæta við erum alltaf að sækja námskeið hjá Vinnueftirlitinu. En ef ég bara leyfi mér að taka góðan tíma og fara yfir það þætti sem við skoðum, hvað það sem við raunverulega erum að gera í áhættumati. Og þið sjáið bara strax orðið öryggi kemur þarna fyrir. Við erum auðvitað að tryggja öryggi með því að vinna þennan þátt. Í almennu öryggi, sem fyrsti liðurinn í áhættumatinu okkar, félagslega áhættumatinu, eru þessir undirflokkar. Það starfsferill og þróun í starfi og það mjög áhugavert að sjá að það langalgengast að við erum bara svona nokkuð skýrt, það nokkuð skýrt og yfirleitt svona nokkuð vel formað hvernig til dæmis tekið á móti fólki og hver fylgir því eftir og hvernig það unnið. Starfsþróun, hvernig við unnið ferðumst í gegnum starfsævin okkar, það er svona lala. Það er bara, það er mjög misjafnt hvernig því háttað. Starfslokin, við höfum alveg leyft okkur að segja að það hefur verið mikið gerst og við höfum verið brautryðjendur þar, haldið námskeið og verið ötul í því í samstarfi við okkar þjónustu aðila að vinna upp starfslok og starfslokastefnu, en þetta hefur ákveðnu leyti bara verið kafli sem hefur bara ekki verið skrifaður í þessa handbók, sem alveg gríðarlega mikilvægur. Skipulag og virkni vinnuverndarstarfs annar liður þarna. Þarna erum við rauninni bara að skoða miklu leyti til bara hvað bundið í löggjöfina, hvað í rauninni þarf að vera til staðar, hvernig öryggisnefnd hefur verið kosið, stenst þetta í rauninni bara það sem lagt upp með, hvernig til dæmis hvatning til líkamsræktar og stunda heilbrigða lífshætti. Þannig að þarna erum við rauninni að skoða ákveðnu leyti almenna þætti en líka þá sem eru bundnir í lög. Við höfum valið að setja fjarvistur og viðveru þarna undir og þið heyrið að ég segi við höfum valið, það eru auðvitað margt þarna sem valkvætt að setja inn. Við lesum fræðin, við höfum byggt á reynslun okkar og í rauninni því sem við sjáum að skiptir gríðarlega miklu máli varðandi félagslega þáttinn, en fjarvistur og viðvera það sé skýr stefna að allir í rauninni vinni hlutina eins, að þessi starfsfólki algjörlega skýrt í rauninni hvernig þessum þætti háttað og þarna höfum við alveg leyft okkur í rauninni að fullyrða að ákveðnu leyti hefur kannski svolítið skrítið oft að segja markasetning á einhverju,
En hún hefur ákveðnu leyti klikkað af því að eftirlit með fjarvistum og viðveru bara lykilatriði í því að fylgjast með og mónitora heilsu fólksins á vinnustaðnum. Það gefur okkur mjög miklar vísbendingar ef það eru miklar skammtímafjarvistir eða það eru miklar langtímafjarvistir að það sé eitthvað, það eru vísbendi það að það gæti verið eitthvað að hér ef að sú raunin. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að fylgjast með þessum lið. Eins með frítöku fólk bara almennt að taka lögbundin frí, sumarfrí tekin. Þannig að mjög mikilvægt að þessi flokkur sé skýr og skorinortur og í rauninni öllum svona vel skiljanlegur. Álag á orkustjórnun, við setjum hann þarna undir almennt öryggi og það eru margar bara álagsspurningar og streituspurningar sem við leggjum fyrir þarna og það gríðarlega mikilvægt að þessi flokkur sé unnin vel upp. Svo það ekkoið og eins og Margrét kom inn á það einfaldaði okkur lífið gríðarlega þegar við fundum þetta orð ekko sem við höfum notast við í okkar vinnu í þessum málaflokki. Þarna við aftur, þetta bara bundið, það bara reglugerð sem leiðbeinir okkur og segir okkur í rauninni hvernig við skulum vinna þennan málaflokku og í auðnast sérstakt ekkoteymi. Í ekkoteyminu starfar fólk sem hefur mikla reynslu, þekkir fræðin og í rauninni bara eru sérfræðingar í því að vinna þennan málaflokku upp. Þannig að gríðarlega mikilvægt og viðmiðin við höfum algjörlega búið til okkar viðmið það hvernig við í rauninni reytum ekkoið og þær spurningar sem við leggjum fyrir þar. Og í rauninni ekki nóg að bara spyrja hvort einhver hafa orðið vitni eða þessar spurningar heldur þurfum við að fara mun dýpra og þarna svo forvarnarhlutin alveg gríðarlega mikilvægt. Það gríðarlega mikilvægt að það sé forvarnarhluti ekkosins sé vel teiknaður upp. Og við leyfum okkur alveg þarna að tala þetta þarf í rauninni bara að vera eins og skyndihjálpin okkar. Við leggjum til að skyndihjálp sé kennd inn á vinnustöðum og 2 til 3 ára fresti. Það nákvæmlega eins með ekkoið. Það þarf í rauninni að vera ongoing, bara fræðsla, sameiginlegt tungutak hópsins til þess í rauninni að menningin okkar geti gengið í takt við þetta. Næsti flokkur í félagslega áhættumatinu starfsandur starfsánægja og þar erum við kannski komin í þennan þátt sem að ákveðnu leyti þetta huglæga. Sjáum við bara eins og sagan okkar af menning. Við vitum að fyrri reynsla hefur mikil áhrif á fólk. Hver sagan okkar, hvaðan erum við að koma, hvað hefur á dag okkar drifið í gegnum tíðina. Ákveðin hópur innan þessa vinnustæðar sem við gengið í gegnum eitthvað saman og svo aðrir sem hafa ekki deilt þeirri reynslu. Alls konar svona hefur mikil áhrif á bara hvernig niðurstaðan okkar í dag. Ótrúlega oft komum við inn á vinnustæðu við sjáum jafnvel að fyrri reynsla hefur ekki verið ákveðnu leyti unnin upp. Það hefur ekki verið jafnvel endanlegt uppgjör á einhverju. Það eru gömul mál sem bara eru endalaust tekin upp og þau vakna í sífellu og eru ávallt að hafa áhrif á daginn í dag. Þannig að það er mjög mikilvægt að skoða hvernig staðan á þessu. Skipulag og skipurit, í rauninni bara strúktúrin, sjálfstæði vinnubrögðum, samsetning starfshóps. Þar eru við bara eins og samsetningin, það eru mjög margar breytur sem við getum verið að skoða þar og það misjafnt hvað kemur í ljós. Og við höfum til dæmis núna og ég veit bara samtalið í atvinnulífinu hefur mikið verið og fyrirferða mikið það hvernig gerum við að ákveðnu leyti samskipta svona sáttmála þegar Margrét kom inn á samskiptasáttmálan áðan að hvernig til dæmis ætlum við að búa bara til umhverfi þar sem svona kynslóða sáttmáli næst. Við erum ótrúlega oft að koma inn og það ákveðin togstreita jafnvel á milli bara af því að menningin svo ólík á milli ólíkra kynslóða. Þannig að það ótrúlega gaman að sjá í rauninni og okkar líka alltaf að greina hvað gengur vel, hvar höfum við algjörlega náð fótfestu og góðum árangri. Og mjög oft það að fyrirtæki, stjórnendur, starfsfólk átta sig ekkert endilega á hvers vegna árangurinn hefur náðst eða verið góður. En allir þessir þættir sem við erum að skoða, ef þeir takast vel til, ef þeir eru góðir, þá eru þeir vendandi. Á sama tíma og ef eitthvað hallar undan fæti, að þá geta þeir verið skemmandi. Hólfumenning, mannismálin,
hvernig aðgengi að mannauði, hvernig samtali mannauður, stjórnendur, mannauður hluti til dæmis að framkvæmdastjórn eða hvað. Það eru allar svona breytur sem við erum að skoða. Starfslýsingar og verkefni, umboð, hlutverk og annað, laun, framþróun í starfi, hvernig framgangskerfi almennt, eru þau óljós, eru þau ljós. Þetta eru allt þættir sem við erum að skoða til. Starfsöryggi sem auðvitað mjög misjafnt eftir starfsstéttum og vinnustöðum. Og auðvitað margt annað sem kemur oft þarna upp sem ekki endilega það alltaf að fækka tilfellunum þar sem við sjáum einhverja liði sem við höfum ekki gripið áður en alltaf eru einhverjir að dúkka upp af því að vinnustæðir eru svo lifandi, þeir eru svo ólíkir. Og það alltaf okkar að kynnast og átt okkur á í rauninni hver þið eru og fyrir hvað þið standið og hvaðan þið komið. Svo það félagslegi starfsandinn, það bara félagastuðningur sem skiptir gríðarlega miklu máli. Við vitum, þarna erum við aftur í örygginu okkar, að í rauninni allir hafa undir örygginu sem yfir tilfinningin og svona fyrirferðarmesta þörfin okkar, að þá það að hafa tilgang og tilheyra. Og leið og ég upplefa að ég tilheyri ekki, að þá farin það að molna undan félagastuðningnum. Þannig að það alveg gríðarlega mikilvægt að kortleggja þetta og hvernig svona hópefli og það búið að vera áhugavert að fylgjast með hvernig fyrirtæki hafa til dæmis verið að sporna við í rauninni að þetta molni í COVID. Og auðvitað margt núna, margir þættir sem við finnum þegar við erum að vinna áhættumat núna, sem við erum að sjá að það þarf aðeins að við þurfum að dusta rykið til dæmis að mörgum þáttum. Við erum bara jafnvel búin að gleyma hvernig við gerðum hlutina fyrir COVID af því þetta alveg 2 ár. Þriðji liðurinn stjórnun og það ýmislegt sem fellur þar undir. Og þar til dæmis bara að verkferlar séu skýrir, skipurit, starfsmannasamtöl, þetta sem bara teiknað inn í bara strúktúrinn, samræmi í stjórnun á milli eininga, að það sé ekki misræmi og við erum alls staðar í rauninni að skoða hvar misræmi gætist. Stjórnenda þjálfun og stjórnenda mat og stefnur og samræmi á vinnubrögðum. Og við erum alltaf að vinna og allt okkar fólk sem út í feltinu, bara stefnur sem hafa mist mark, sem hafa aldrei náð innleiðingu, sem gangi ekki í takt við menningu, gangi ekki þetta sem Margrét var að segja áðan. Við tölum falskar stefnur og það gríðarlega mikilvægt í rauninni að mál og mynd gangi saman. Stjórnunarhættir, upplýsingaflæði, aðgengi, traust, stjórnunar aðferðir, reynslu og færni, hvatning og endurgjöf, að þetta allt þættir sem við í rauninni rýnum í félagslega áhættumatinu. Ég ákvað að leyfa mér að nota tækifærið og setja 4. liðinn okkar inn sem auðvitað ekki félagslega áhættumatið, en alveg eins og Margrét kom inn á áðan að heilsan þannig að það eitt sem það fer að halla undan fæti á einum stað, þá birtingarmyndin, einkennin birtast á hinum þáttunum og hinum fletum heilsunar líka. Og við vitum til dæmis að í streitu og álagi að þá ein birtingarmyndin nánast alltaf eða mjög algeng birtingarmyndir hjá fólki í hreyf- og stoðkerfi. Þannig að við látum þessi áhættumat alltaf vinna saman. Þannig að hreyf- og stoðkerfið, þetta eru þau atriði sem við skoðum þar og helst auðvitað mikið í hendur við, eins og ég sagði, streitu og álagsþættina. En þar erum við alltaf að rýna í hvað hefur áhrif á hvort. Svo bara ágætt að velta fyrir sér og þetta kannski algengasta spurningin sem við fáum, hvenær best að vinna áhættumat? Og í rauninni ekkert eitthvað svona ein lykilregla. Það algengast að það sé leitað til okkar vegna þess að það sé eitthvað að. En það alltaf að verða algengara að fólk atvinnurekandi óskar eftir áhættumati í rauninni bara til þess að gera áætlun, bara til þess að vita hvernig staðan okkur, hvert erum við að fara, hvernig ætlum við að forgangsráða því og hvernig best að vinna það. Og fá sérfræði þekkingu og ráðgjöf í þeim efnum. Þannig að jú, það mjög algengt. Einnig algengt og af því við nefndum aðeins ekkomálaflokkin áðan.
það eru þetta mjög algengt að það jafnvel það eru vísbendingar að það sé eitthvað, það eru vísbendingar að það sé eitthvað mál í ECHO, það eru vísbendingar að það sé eitthvað í stjórnun eða einhver mál sem að mega fara betur, að þá er óskað eftir áhættumati. Þannig að, en ég hvet ykkur til þess að bæði sem, ef þið áheyrendur góðir eruð atvinnurekendur, ef þið eru þeir sem að bera ábyrgð á því hvernig þessu er háttað á vinnustaðnum ykkar, að þá er auðvitað mjög mikilvægt að vita bara hvers er ætlast til af ykkur. Við þurfum alltaf að vita það fyrst og fremst og í rauninni hver er tilgangurinn og hvað er það sem hver er svona ábótinn af því. Fyrir starfsfólk og bara fyrir okkur sem einstaklinga þá eigum við bara að gera kröfum að við séum örugg og að okkur líði vel. Þannig að ég mæli alltaf með að það sé unnið áhættumat og að við vitum hvernig staðan okkar er. Það er líka þannig að mjög oft er eitthvað eitt sem mætti betur fara, en það er ekkert endilega út af því, heldur er það út af hinum, einhverjum svona áhættuþáttum, samverkandi þáttum sem að spila þar inn í. Þannig að þá held ég bara að ég hafi lokið máli mínu og bara segja aftur til hamingju með daginn og takk aftur fyrir að bjóða mér að vera með ykkur. Takk fyrir Hrafna. Þú ert í stjórn Vinnís er það ekki? Vinnuvistfræðifélag Íslands? Nei, þú ert ekki því. Nei. En ég vildi taka það fram að það félag, mikilvægt félag sem að vinnur að vinnuvernd tekur þátt í þessari ráðstefnu með okkur, með þessum fundi. Svo því sé komið á framfæri. En mig langar að spyrja þig, spurningar vinnueftirlitið, þar fær stundum kvartanir vegna svona ekkomála, eineltis, jafnvel kynferðislegt ofbeldi, áreitni. En við getum bara gert kröfu það að fólk, að atvinnurekendur geri áhættumat og áætlun öryggi og heilbrigði og slíkt. Getið þið komið meira inn í svona einstaklingsmál og reynt að leysa þau á einstaklingsbasis? Það er svona eitthvað sem ég langar að spyrja þig að. Já, það eru alveg nokkur aðilar sem að vinna sértæku málin og við tölum sértæk mál. Þar erum við í þessu reglugerðin segir mjög skýrt að atvinnurekandi skuli bregðast við ef uppkoma mál, ef uppkoma vísbendingar en að sama skapi erum við alltaf bundin þessum trúnaði og það eru auðvitað mjög algengt að einhver tilkynnir en vill ekki rauninni tilkynna, vill ekki vinna málið og þá erum við komin í ákveðna klípu, ákveðna klemmu sem er mjög algeng. Klemma atvinnurekandi að ég verð að bregðast við en ég má ekki bregðast trúnaði, hvernig skal ég aðhafast? Og í því tilfelli til dæmis leggjum við alltaf til að þessi unnið áhættumat. Af því að í ECHO-nu nánast alltaf erum við með áhættuþætti. Það eru mjög oft 3, 4, 5, 6 áhættuþættir sem við greinum þegar við farið að skoða ECHO-mál. Þannig að, en ef einstaklingur leitar til ykkar eða óskar eftir að tilkynna, að þá auðvitað lykillinn að skoða hver er stefna þess fyrirtæki sem viðkomandi vinnur hjá. Og þá erum við komin inn í það verklag. Og þá erum við aftur komin að þessu stefnumáli. Í rauninni það að það sé örugg stefna sem er skotheld og virkar ef það kemur upp mál. Og í rauninni að stjórnandi sem hefur hlutverk í stefnu, að hann í rauninni hafi þekkingu til þess að hefja úrlausn á máli. Og að hefja úrlausn er ekki endilega að segja hvort þetta sé eða ekki, heldur í rauninni að vera þessi stuðningur, styðjandi og koma máli í farveg. Þannig að, en algengast er að fólk jafnvel hringi hingað, get ég ímyndað mér, af því að það hefur ekki viljað tilkynna inn á sínu vinnustað. Þannig að, Oft snúin þessu vandamál. Já. Takk fyrir Hrafna. En næst upp í pontu er Herdís Pála Pálsdóttir. Hún er ráðgjafi og annar höfundur bókarinnar Völundar hús tækifæranna. Bylting á vinnumarkaði, giggarar og aukin tækifæri. Hún mun velta upp hvort að giggið bylting á vinnumarkaði eða hvort það hafi alltaf verið til staðar.
Gjörðu svo vel, Herdís. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér og til hamingju öll með daginn. Það er frábært að fá svona dag til þess að velta fyrir sér vinnuverndarmálum og vinnumálum í víðu samhengi. Við verjum flest hver helmingi vökutíma okkar á hverjum sólarhring í vinnu eða vinnutengdum málum og jafnvel meir en helmingi. Þannig það er skalt okkur liðið vel þar og búið að koma hérna inn og gott að byrja hver dag og að vakna með þakklæti en líka vonandi að vakna með spenning yfir því að vera að mæta til vinnu, hvernig svo sem við vinnum og það er það sem ég ætla aðeins að velta fyrir mig núna. En kannski bara í upphafi svona aðeins að segja frá sjálfur mér af því ég er búin að vinna við mannauðsmál og stjórnun með einum öðrum hætti í rúm 20 ár. Þannig ég er búin að lengi að velta fyrir mér framtíð vinnu og hvernig þetta er að þróast. Af því mér umhugum að vera undirbúin undir það sem að koma skal. Hver er framtíð vinnu, vinnustaða, vinnuafls, vinnuumhverfis og vinnumarkaðar og hef lengi verið að lesa svona ýmislegt það sem er að gerast erlendis og var hún svolítið leið að láta þakka niður í mér með því að segja að þetta er bara eitthvað sem er að gerast í útlöndum. Þetta er ekkert svona hérna hjá okkur á Íslandi. Þannig að það var til þess að við Árelía tókum höndum saman og skrifum bókina Völundarhús tækifæranna og gerðum við skrifin einmitt rannsókn hérna á Íslandi. Þannig að núna læt ég ekkert lengur segja við mig þetta gerist bara í útlöndum. En þannig að þegar ég er að tala í þessu erindi mínu hér ætla að tala þetta verkefnadrifna hagkerfi, að þá byggi það á náttúrulega bæði annars vegar því sem ég hef verið að lesa, greinar og rannsóknir og fleira. Svo þessari rannsókn sem ég vísaði í sem við höfum gert við Árelía við skrif bókarinnar og svo þetta skrifin sjálf og í rannsókninni þá vorum við bæði gerðum svona meginlega rannsókn meðal mannesfólks, við tókum fjölmarga rýnihópa meðal þess að við köllum giggara, meðal stjórnandi fyrirtækjum, djúp viðtöl við aðila vinnumarkaðar eins og fleira, þannig við náðum svona nokkuð góðri sýn á þetta. En svo er ég kannski sjálf með þessi einstaklingur sem hefur verið á flakkum í þessu Völundarhúsi. Ég hef svo sem lengst af kannski verið ráðin starfsmaður í starf en ég hef líka verið giggari og er það núna og hef verið það áður og hann er mjög svona gaman að flakka í þessu Völundarhúsi og prófa þetta frá ýmsum sjónarhornum. En það sem að mér finnst kannski þegar við erum að tala verkefnadrifið hagkerfi og þetta gig economy að þá eru margir sem eru með svona stórar yfirlýsingar og stórar setningar og tala til þess mikið að það sé ekkert öryggi fyrir fólk sem vinnur í verkefnadrifnu hagkerfi og margir nota jafnvel orð eins og harkhagkerfi sem að mér finnst vera svona frekar neikvætt orð og hentar þeim sem eru kannski að reyna að tala niður þetta hagkerfi. Það tala neikvæð áhrif fjarvinnu, þeir sem eru ekki mjög hrifnir af fólki sem vinna í fjarvinnu, það hafi svo neikvæð áhrif á vinnustæðmenningu, hætta félagslegri einangrun og fólk vinni meira. Og ég hef svo sem verið að lesa mig til og kynna mér og maður sér rannsóknir og tala við fólk sem er svona öndverðu með mörg af þessum málefnum, þannig að það er erfitt að finna eitthvað eitt rétt svar við þessu. Og ég held að við séum svolítið ennþá að læra einmitt á þetta verkefnadrifna hagkerfi. Það er ekki nýtt eins og við komum betur að það eftir. En mikið af því sem við lesum verkefnadrifið hagkerfi erlendis frá, það er til dæmis alltaf verið að vísa í svona Uber bílstjóra, pizzasendla og svona meira kannski ófaglært störf. Á meðan við erum kannski oft heima að reyna að tala meira út frá faglærðum. Þannig að við erum svolítið ofta að tala sama hlutin frá mörgum sjónarhornum en reyna að draga einhverja eina ályktun. Og þannig ég hef svona sjálfur að reyna að tala meira við þá sem hafa verið lengur í fjarvinnu og verkefnadrifnu hagkerfi og svona reyna að draga einhverja ályktun út frá því. En kannski bara svona líka á lengri haldið að eins og ég sagði án, ég er lengi búin að vera áhugasöm framtíð vinnu og hvernig við munum vinna til framtíðar litið. Og ég skrifaði fyrst grein þetta sem birtist í Frjálsri verslun árið 2015. Það sem ég var að tala það að framtíðin lægi kannski svolítið því að fólk myndi ekki eiga í föstu vinnusambandi. Og var svona, held ég hef nú ekki verið búin að læra orðið gig economy eða verkefnadrifið hagkerfi þá en hafði verið að lesa skýrslur og rannsóknir og byrja að tala þetta og þetta vakti nú smá athygli þessi grein og var meðal annars boðið við til að Rás 2 til að ræða þetta. Ég talaði þetta líka í tímariti Dokkunar sama ár og þá fór ég að tala að framtíðar vinnumarkaður yrði kannski svolítið eins og markaðstorg þekkingar, þar sem við værum að kaupa og selja þekkingu og mannauðsstjórar yrðu kannski meira svona innkauparstjórar á þekkingu.
og svo hélt ég erindi 2019 á UT-messunni og það sem ég bara fullyrta vinnustaða framtíðarinnar það sem þú vilt þegar þú vilt. Og þetta nú svo sem allt fyrir COVID sem ég byrjað að spá í þetta. Og það þannig með bara áföll sem fólk lendir í lífinu, persónulega áföll, að þá fer fólk oft í svona ákveðna endurskoðun, hvernig vill ég lifa og bara hvernig vill ég hafa hlutina. En áfall eins og heimsfaraldur varð svona, heimsfaraldur kom okkur öllum í svolítið svona áfalls ástand að margir fóru svolítið að líta inn á að hugsa bara hvernig vill ég forgangsraða í mínu lífi, hver mín persónulegu gildi, hvernig vill ég lifa, hvernig vill ég vinna. Og það varð til þess að hugmyndir sem voru alveg komnar fram löngu fyrir COVID eða heimsfaraldur að vinna í verkefnadrifnu hagkerfi, að vinna í fjarvinnu. Þær urðu núna útbreyttari, þetta var svona eins og ákveðin hraðall á allar þessar hugmyndir, urðu útbreyttari og meðal fjölbreyttari hópa. Þannig að störf sem við áður höfum bara fullyrt að væri ekki hægt að vinna í fjarvinnu eða í gegnum svona verkefnadrifnu hagkerfi, allt inn bara var það allt hægt. Og hvort sem það var kennsla eða heilbrigðisstörf eða alls konar annað. Og ef við svona aðeins heimsækjum bara það sem búið að ræða framtíð vinnu, af því að það líka mjög mikilvægt finnst mér þegar við erum að tala þessi mál og vinnuverndarmál og vinnumál og verkefnadrifnu hagkerfi, að við hugsum hvernig skilgreinum við þessi orð. Og ég alveg viss það að bara þegar við segjum bara vinna, þá dettur fólki mjög mismunandi í hug. Þannig bara skilgreining af því hvað vinna líka að breytast. Og þannig að ég segi þegar við tölum framtíð vinnu, þá þurfum við að ræða hvernig verkefni erum við að tala og hvernig þau unnin. Og það kemur auðvitað þá tæknimálin þar inni, framtíð vinnuafls. Og ég, vinnuafl, kannski finnst mörgum ekkert nógu fallegt orð, en ég að reyna að fanga það að vinna ekki bara unnin af starfsfólki. Þannig að þegar vinnustaðir að tala starfsfólk, þá vil ég að þeir tala vinnuafl, því þeir eru oft með blanda af fólki í svona hefðbundnum ráðningarsamningum og svo fólki sem í giggum. Og svo við líka farin að blanda saman mannfólkinu og svona vitvélum eða róbótum og þess áttar. Og eins og segja, ráðningarsamböndin að verða fjölbreyttari og ráðningarsamningar að verða fjölbreyttari og hvað hægt að semja og svo framvegis. Það vinnustaðirnir, hvað vinnustaður, hvar vinnum við, hvað gerum við á vinnustaðnum og hvað fjarvinnu. Og þetta hefur mikil áhrif á hvernig við hönnum störf og endurhönnum störf. Og það mjög mikið umræðinu núna hvernig við endurhönnum störf, hvort sem við erum að tala út frá verkefnadrifnu hagkerfi eða ekki. Og svo það bara framtíðar vinnumarkaður, hvernig verður hann? Og þetta varð allt til þess að við ákváðum að fara að skrifa þessa bók. En það mikið rætt fjórðu iðnbyltinguna og það svona frasi sem mörgum orðið tamt að tala og sem bara gott og vel að því við erum að lifa hana núna. En eins og ég sé þetta þá of mikið að mínum að hugmyndum okkar vinnu og vinnustaði og hvernig við að vinna hugmyndir sem á rekja raunin til annarra iðnbyltingar. Þegar það gekk allt meira minn út á svona skilvirkni í framleiðslu og ef við bara býð til eitthvað svona einfalt dæmi þar sem allir þurftu að vera mættir á sama tíma til að standa við eitthvað færiband og allir áttu að fara heim á sama tíma því að það var slökkt á færibandinu. Á tímum fjórðu iðnbyltingar þegar hugvitið skiptir mun meira máli en áður eða við vinnum mun meira út frá hugviti þá ættum við að þess að endurskoða hugmyndir okkar vinnu. Og oft notaður frasin að vinna það sem við gerum en ekki hvar við erum. Auðvitað það ekkert við öll störf en fleiri störf og þau störf þar sem ekki hægt að vinna í fjarvinnu og þú ert háður einhverjum ákveðnum stað, annarkvort út frá því þú ert að sinna viðskiptavinnu með skjólstæðingum eða háður einhverjum tæknibúnaði eða tækjum, að það margir sem segja að launaþróun fara svolítið á skrið fyrir þessa hópa því það verður alltaf erfiðara að manna þau af því fólk gerir meiri kröfu sveigjanleika. Og svo bara hlaupa þess hratt yfir að það svona ákveðin stór trend að breytast í heiminum. Við lifum lengur og það tækniþróunin og alþjóðavæðingin og umhverfismálin. Allt hefur þetta áhrif á verkefnadrifnu hagkerfi og hvernig við vinnum. Það líka þessi mikrotrend eða smábreytingar sem bara snýra einstaklingum. Fólki fara að gera meiri kröfu sjálfræði, sveigjanleika, vill velja sér lífstíl áður en velja sér vinnu og svo framvegis. Og þetta allt sem sagt að valda því að það að verða breytt valdahlutföll á vinnumarkaði. Það þessi einstaklingar eru farnir að hafa meiri völd í sínu ráðningarsambandi og það kemur mjög mikið inn á vinnuverndar umræðina og
og þetta mitt verkefnadrifna hagkerfi og ég segi bara aftur, kannski litið aðeins að líka minni reynslu en af hverju ættum við ekki að hafa verkefnadrifið hagkerfi þegar tæknin býður upp á það, alþjóðahugsunin, óskir einstaklingum meiri sveigjanleika, auðvitað þarf að huga að því hvernig við gerum þetta, en ég segi bara af hverju ættum við ekki að hafa verkefnadrifið hagkerfi og rauninni bara að gera meira af því, styðja betur við það, meðal annars með því að huga réttindamálum og fleira sem ég ætla aðeins að koma inn á. En þess að segja, það bara þessar breytingar, það meikar ekkert sens, fyrir ekki við lélega íslensku, í mínum huga annað en að þróa þetta áfram. Og eins og ég sagði, það breytt valdahlutföll, aukinvöld einstaklinga, þeir eru miklu meira farin að velja sér hvar þeir vilja vinna, ef þeir ætla að vera í hefðbundnu ráðningarsambandi eða jafnvel líka þó þeir séu í gigsambandi. Fólk vill ekki lengur vinna á vinnustöðum þar sem ekki hugað að vinnuvernd, þar sem ekki góð stjórnun, þar sem ekki heilbrigð vinnustaðarmenning og fólk labbar bara í burtu. Þannig að við þurfum að hugsa öll þessi mál út frá þessu. Það getur vel verið að þetta að breytast aftur tilbaka síðar, en núna þetta það sem að gerast á vinnumarkaði. Það aukin starfsmannavelta, aukin flot á vinnumarkaði. Það af því að fólk að labba í burtu frá aðstæðum sem finnast ekki heilbrigðar eða góðar. Þess að vinnuvernd ekki í hávegum höfðu ekki stutt við þennan sveigjanleika. Þannig að til vinstri á þessari mynd sjáum við svona kannski hefðbundi vinnumarkaðsmódel, þar sem eru vinnuveitendur og launþegar og svo stéttarfélög. Og þetta bara módel sem búið að vera notað mjög lengi í allri umræðu vinnumarkað. Þetta svona mín tilgáta hægra megin, hvernig verður fljótlega að fara að kenna vinnumarkaðsmódel í vinnumarkaðsfræðunum, en það að kjarninn í módelinu verði einstaklingurinn. Einstaklingurinn að láta af höndi þess að láta í té, sinn tíma, sína þekkingu, sína bara hæfni og getu. Hann selur hana annarkvort til vinnuveitenda, ræður sig í starf, eða hann selur það til verkkaupa sem að kaupa hann inn í einhver gig eða verkefni. Og þannig að vinnumarkaðurinn að brotna upp fleiri einingar sem að í mínum huga þarf ekki vera slæmt, en það kallar það að við hugsum öll elementin eða alla þætti þessa nýju vinnumarkaðsmódels, þannig að allir sé að fá þóttur sem þeir vilja. Og ég vil líka meina, talandi verkefnadrifið hagkerfi og hvernig við getum aukið vinnuvernd og aukið lífsgæði fólks, ég vil alveg meina það að við sem auka lífsgæði fólks með því, að bjóða upp á það að við sem ekki bara tala störf á vinnumarkaði, heldur meira við sem að tala verkefni og tala fyrir fólk til dæmis með skerta starfsgetu, að það opnist á fleiri tækifæri til að koma inn í verkefni. Og ég sé rauninni ef að vel að málum staðið að þetta geti ekkert annað að vera gott, bæði fyrir vinnuveitendur eða verkkaupa og verksalana. En aftur, við þurfum að endurhanna starfsumhverfi, störf, vinnu og hvaða orð við viljum nota og finna bestu útfærslurnar. Og ég verð nú svona bara að minni skemmtilegu kaldhæðni aðeins að sýna ykkur þetta. Þetta er pistill sem að forseti ASÍ skrifaði fyrir nokkrum mánuðum þegar hún var að fjalla bókin okkar Árelíu og gagnrýnir hana og svona talar svolítið niður að mínu mati það sem við erum að boða í bókinni að tala og ég undirstrika þetta að hún talar það að henni finnist þetta geta unnið gegn því að réttindi fólks séu tryggð. Að gig-hagkerfi eða verkefnadrifið hagkerfi að hún notar sögu í greininu það að fólk fari niður á bryggju eins og í gamla daga og bíða eftir að fá hvort það fær verkefni þennan daginn eða ekki og hún að lýsa í mínum huga svolítið svona ástandi sem að kannski frá tímum annarra iðnbyltingar en við erum að lifa fjórðu þannig að mér persónulega fannst mér þessi grein svona lýsa ákveðnum hræðslu áróðri og vera svolítið að fæla fólk frá verkefnadrifnu hagkerfi. Og ef við tökum bara þetta með að tryggja réttindi sín eins og hún vísar þarna í að þá kom það í ljós í rannsókn okkar Árelíu þegar við vorum að gera bókina eins og ég sagði við tókum rýnihópa með mörgum giggurum á Íslandi sem voru ýmist að gigga eingöngu, öfluðu allra sinna tekni gegnum gigg eða þeirra sem voru að gigga samhliða föstu starfi og þeir sem við tölum við sem var alveg stór hópur, þeir voru allir að greiða sér laun og borga stéttarfélög og borga tryggingagjald og svo framvegis. Þannig að þeir eru þannig eins og starfsmenn og ættu þar alveg að njóta réttinda sem slíkir, hvað sem það til í tryggingakerfinu eða annað slíkt. Það var líka ánægjulegt að sjá þeir voru flestir að kaupa þjónustu af öðrum giggurum, þannig að talandi að verkefnadrifna hagkerfið komið til að vera og er að blómstra.
Og svo talandi svona félagslega stöðu fólks eða andlega heilsu og bara velíðan í vinnu, af því sumir vilja meina það að bæði fjarvinna og giggin svo komin niður á andlegri heilsu fólks og sé þess vegna ekki gott. Að ég sá það bæði í erlendum rannsóknum og svo í rannsóknar okkar Árelíu að giggarar koma sér flestir upp rútínu, þeir koma sér upp vinnuaðstöðu, þeir koma sér upp tengslanetti og vinna með öðru fólki. Þannig að þeir búa sér til þessa umgjörð, þannig að þeir geti dafnað í því. Þannig að það að tala harkhagkerfi, réttindi fólks sé ekki tryggð og fólk sé bara öryggislaust og allslaust í þessu verkefnidrifnu hagkerfi finnst mér vera bara fólk sem fast, minn persónulega mat, en það fast bara svolítið í gömlum hugmyndum. Og einn giggarinn sagði meira að segja í okkar rannsókn var að hann hafði aldrei upplifað eins mikið atvinnuöryggi eins og eftir að hann fór að vinna hjá sjálfum sér. Þetta var einstaklingur sem hafði upplifað það að vera sagt upp föstu starfi þar sem hann var sem launþegi. Hann fann leið til þess að afla sér tekna og hann upplifði að nú gat enginn lengur sagt honum upp og það var bara undir honum komið að skila góðu starfi og þar með skapa hann sér öryggi. Og annar talaði að hafa meiri tekjumöguleika heldur en hann getur nokkuð haft sem launþegi. Þegar við vorum líka í þessari rannsóknarvinnu og vorum að velta þessu fyrir okkur, að þá vorum að skoða náttúrulega líka erlendis, að þá fundum við til dæmis fyrirtæki í Danmörku sem með giggara að vinna í ræstingum og sem voru þá bara áður, við tölum náttúrulega oft í Íslandi ýmist verktakar, sjálfstætt starfandi, fólk sem frílans, við notum alls konar hugtök, en þetta fyrirtæki tryggði sínum giggurum veikindarétt. Þannig að áður hafði verið þannig að þeir eru veikir, það bara fengu þeir ekkert borgað, en þeir sjá fram á að talandi samfélagslega ábyrgð og fleira og vilja hafa aðgengi að giggurunum þegar vinnuveitendur eða fyrirtæki þurfa að halda, þá verða þeir líka að hugsa vel þá, þannig að þeir leiti ekki bara í skjól, ef við getum sagt þess svo, í störf, ef það enginn sem að hugsa þeirra velferð. Og stéttarfélög í Danmörku eru farin að taka giggara meira inn í sína samninga og í okkar djúpviðtölum við aðila vinnumarkaðarins heima að þá kom í ljós að þeir eru að byrja að hugsa það. Þeir þurfa að fara að taka giggarana eða fólk sem í verkefnadrifnu hagkerfinu með inn í kjarasamningana. Við sjáum í Bretlandi að þá eru giggarar sem eru auðvitað mjög breiður hópur í alls konar störfum, en giggarar í Bretlandi eru orðnir fleiri heldur en starfsmenn hjá hinu opinbera í Bretlandi. Þannig þetta gífurlegur fjöldi og bæði Bretland og Bandaríkjunum með mest fjölgun í þessum störfum. Auðvitað það hluta til í gegnum svona, eins og ég minntist á áðan, svona sendlastörf og bílstjórastörf og svo framvegis, en það líka mikið í allskyns sérfræðistörfum og sumir hafa svona talað þetta að það sé unga fólki sem vilja sveigjanleika og unga fólki vill vera í giggunum. En aftur bæði talandi um minni eigin reynslu og það sem ég hef verið að lesa og stúdera, þá það bara fólk á öllum aldri sem að hugsa hvernig get ég skapa mér aukin sveigjanleika, aukin frelsi, aukin lífsgæði og fyrir marga sem að hafa einhverja sérfræðiþekkingu og góða reynslu, þá geta alveg gert það gegnum verkefnadrifnu hagkerfi. Þannig í mínum huga þá fara hagsmunir saman og fyrirtæki sem að ætla að nota giggara og ekki huga neitt að þeirra réttindum, þeir munu bara ekki hafa aðgengi að þeim giggurum næst þegar vilja hafa aðgengi að þeim. Og í einu fyrirtæki þar sem ég starfaði sjálf, þar sem að sviði upplýsingatækni, þar sem var mikið verið að nota giggara og það mjög algengt í upplýsingatækni heiminum, að þar var mjög mikið lagt upp úr því að hugsa vel þessa giggara, þannig þeir myndu örugglega vilja koma næst þegar þá vantaði í tiltekinu verkefni. Þannig þeir væri ekki bara komnir eitthvað annað, af því oft þetta fólk sem mjög sérhæfða þekkingu. Þannig að við þurfum að finna þessa leið til þess að huga að réttindunum, andlegu og félagslegu heilsunni, að þá held ég að við getum búið til eitthvað sem samþættir hagsmunina. Og þannig við tölum það í bókina okkar, þetta nú bara tilvitnun í bókina, að þar tölum við einmitt þetta vitna aftur í þetta fyrirtæki sem ég minntist á áðan og fleiri, og við tölum svona, kallum þetta nú blendingsmódel í bókinni, þetta hybrid módel, og það bæði þá hybrid út frá því hvar við vinnum og hvenar við vinnum, en líka hybrid í skilningnum hvers konar ráðningar samband og hvers konar samning við erum með, og það auðvitað í löggjöfinni auðvitað sitt hvor réttindastaða hvort þú ert sem hefðbundin launþegi eða hvort þú ert giggari, en ég held að við þurfum mögulega svona að færa það örlítið nær hvort öðru,
það sé ekki svona mikill munur þarna á milli og við séum bara alltaf að reyna að hugsa hvernig gerum við þetta sem best þannig að bæði verkkauparnir eða vinnuveitendurnir og einstaklingarnir fái sem mest út úr því að vinna vel saman. Og það var vitnað hérna í morgun í ELO eða alþjóða vinnumálastofnun eða vinnuverndarstofnun, ég man ekki alveg hvernig við þýðum á íslensku, en þeir gáfu einmitt þessa skýrslu 2021, World Employment and Social Outlook, og þar svona eru tekin dæmi frá nokkrum löndum ýmis réttindi þeirra sem eru kallað þarna sjálfstætt aftur við flökkum svolítið á milli hérna í íslenskunni hvað hugtök við notum, en það held ég vegna þess að þeir sem eru kannski orðnir þroskaðir eða vanar því að vera í þessu verkefnadrifna hagkerfi, að þeir sjá fram á það að við þurfum líka að huga vel að þessum einstaklingum. Hérna grein sko frá 2021 og þarna verið að tala það að bara í Evrópusambandinu það verið að huga að einmitt réttindum giggara og fólks í verkefnadrifna hagkerfinu og það verið að vinna með ákveðnar skilgreiningar að giggarar sem að vinna fyrir verkkaupa og þeirra ákveðin skilir eru uppfyllt að það fái þeir inni sömu réttindi og verður inni flokkaðir eins og launþegar en þarna finnst mér aftur ef við tekið þetta aftur heima á Ísland að þarna verðum við að gera eins greinarmun á milli giggara sem eru að gigga eða taka inn tekjur á sína eigin kennitölu eða hvort þeir eru konum með eitthvað félag í kringum það og það breytir líka aftur svolítið stöðunni en þetta bara áhugavert að sjá og áhugavert að vitna í þessa grein af því að ég held að verkefnadrifna hagkerfi sem marg búin að segja komið til að vera, við þurfum bara að finna bestu leiðirnar og huga því hvernig við skilgreinum þetta, orðavalið í kringum þetta og þess vegna ég til dæmis mjög lítið hrifin á orðinu hagkerfi eins og margir vilja nota. En þetta eitthvað nýtt? Erum við ekki bara búin að gera þetta mjög lengi? Og ég tek þetta dæmi nokkrar stéttir sem við þekkjum nú hérna á Íslandi. Þetta má kannski segja, allt giggarar, sálfræðingar, hársnyrti fólk, listafólk og iðnaðarmenn. En það sem að mér finnst vera að gerast og ég sé vera að gerast þetta að breiðast út og eins og ég sagði COVID var hraðall á þetta var alveg byrjað fyrir COVID, en það alltaf fleiri og fleiri hópar og svona starfsstéttir sem að fara yfir í þessi gigg og það að mínum að þetta bara vel. En það sem þá kannski nýtt í þessu, ef við tölum hvort að segja eitthvað nýtt við þetta verkefnadrifna hagkerfi og ég talaði þessi makrotrendi eða stóru breytingar og tækniþróunina, að það eru fleiri störf að verða til, það ákveðin störf sem úreldast, en fleiri störf verða að verða til og það sýnir sig að þau störf sem að verða til, þessi nýju störf, þau eru oftar minna háð stað og stund, þau kalla á ákveðina nýja þekkingu oft á tíðum, sem kallar á við þurfum að huga vel að endurmenntun og hjálpa fólki að halda í við þessa þróun og það eftir kannski verið bara hluta vinnuverndinni eða að tryggja atvinnuhæfni fólks, það að huga mjög vel að endurmenntunarmálum en af því að þessi störf verða að minna háð stað og stund að þá þurfum við enn og aftur að huga mjög vel að þessari vinnuvernd. Mér langar líka að koma að tala orðskýringar og hvernig við skilgreinum að þegar við tölum fjarvinnu þá í hugum margra eins og við séum bara að tala heimavinnu. Ef þú ert í fjarvinnu þá ert að vinna heima en í rauninni í fjarvinnu þar sem að störf verða að minna háð stað og stund og þá getur þess vegna verið að vinna bara, þú veist það skiptir ekki máli hvort þú ert í Kópavogi eða Kópaskeri eða jafnvel einhvers staðar erlendis en þá fara einmitt að koma inn í þetta skattalög og tryggingamál og fleira. Mér finnst þetta allt vera úrlausnarefni sem við getum leyst. Þetta ætti ekki að vera eitthvað til þess að við segjum þetta bara ekki hægt af því að lögin reglurnar eru svona, þau eru svona núna en við þurfum bara að halda áfram að þróa okkur, við erum í 4. iðnbyltingu, við förum í 5. og þá verðum við aðeins að láta af einhverjum lögum og reglum sem að urðu mögulega til út frá viðmiðum annarra iðnbyltingar. Þetta snýst mjög mikið hugafar og vilja einstaklinga til að breytast og ég nota orðið aðan lífsgæði, ég held einmitt að við getum aukið lífsgæði einstaklinga, bara velsæld ég ætla að segja bara velsæld okkar á Íslandi, okkar sem þjóðar með því að gera þetta vel. Forgangsraða heilsunni, forgangsraða bara hvernig við viljum lifa en ekki að bara keyra endalaust áfram að vinna langa vinnudaga bundin á ákveðin stað. Og það að verða meira það og það kom í ljós í rannsóknum okkar að í ákveðnum störfum og ákveðnum svona sérhæfðum störfum eru vinnuveitendur og fyrirtæki lendi í æ meiri vandræðum með að reyna að fá fólk inn í fasta ráðningarsamband. Fólk segir bara, ég skal koma og vinna þetta verkefni með þér, ég skal vera hjá þér í 6 til 8 mánuði og svo ætlum ég bara að fara að gera eitthvað annað. Að því fólk vil vera það sem að getur nýtt hæfileika sinni sem best og vil skapa sér þetta frelsi og sveigjanleika. Þannig enn og aftur við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt og það sem
mjög mikið núna í umræðinni vinnuverndarmál og aukna starfsmannaveltu. Það eitruð vinnustaðarmenning og það alveg saman hvort við tala verkefnadrifið hagkerfi eða hefðbundið að eitruð vinnustaðarmenning stórhættulegt og að kosta okkur fullt af peningum sem segir okkur enn og aftur að við þurfum að huga að þessu. Áður var sagt að fólk hætti starf út af samband við næsta yfirmann, en í dag fólk hætti störfum út af eitraðri vinnustaðarmenningu og eins og einn giggarinn sagði í okkar rannsókn sem að valdi að hætta að vera í föstu starfi og fara að gigga, það var svo gott að losna við að taka þátt í þessari vinnustaðarpólitík og þessari eitruðu menningu sem sumstaðar Bara sýna ykkur nokkra bækur ef þið hafa áhuga sem eru svona nokkrar af mínum uppáhaldsbókum. Það sem allar skrifar á mjög góðu og aðgengilegu máli einmitt hvernig við að endurhanna störf, endurskoða hugmyndir okkar hvað vinna og hvernig við vinnum. Og ég held að þetta sé snúist það að við þurfum bara að aðlaga okkur, halda áfram að þróa okkur. Okkur finnst ekkert mál að tala tækniþróun og allt sé að þróast þar, en þetta miklu víðara en svo og í grunninn snýst þetta ákveðið hugafar. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig. Ég kærlega fyrir þetta yfirgripsmikla erindi, Herdís. Mér langar að spyrja þig hvort að þér kunnugt tilskipun sem að Evrópusambandið að vinna að varðandi platformwork og þessar sem eru í gigginu. Hvort að það sem að kemur meðal annars fram það sem að vinna því að þeir sem eru að vinna á þessum markaði að þeir hafi eitthvað svona meira sína vinnu að segja, þeir sem að sækja vinnu á þessum plattformum, það ákveðin algoritmi, einhver svona sjálfvirk stýring sem reynir alltaf að koma fleiri verkefnum, vinna hraðar, vinna meira. Hvort það einhver, það kannski ekki mikið hér á landi, ekki eins og komið en hvort að, og líka hvort að giggarar, hvaða leiðir giggarar hafa til þess að tryggja öruggt vinnuumhverfi og örugga heilsu og vinnustaða. Ég þekki aðeins til þessa sem þú vísar í, þessa frumvarps eða þessara, en heilt yfir þá held ég að við eigum svolítið langt í land hérna heima og okkur vantar svolítið aukinn þroska í þetta og við eigum ekki mörg svona íslensk plattform eins og þú vísar í og ekki þá með þessa algoritmi eins og þú vísar í íslensku plattformunum, en þú veist við erum á leiðinu þarna og ég held að ég, eins og þið kannski heyrið, sé ávinningin í því, en við erum ennþá svolítið vanþroskuð í þessari umræðu og hvernig við hugum að, eins og við erum búin komin á réttindamálum, aðbúnaði, aðstöðu og svo framvegis, en eins og ég vitnaði áðan þá eru flestir giggarar í Íslandi að vinna í þessu sjálfir, koma sér upp aðstöðunni í huga að öllum þessum málum, en þetta þarf að vera einhvers konar samvinna og eins og við komum inn á atvinnulífið nýtur góðs að því hafa aðgengi að giggurum. Þetta getur nýst hvort sem til jafna einhverjar sveiflur í starfsemi eða bregðast við veikindum annað slíkt. Þannig að þá verðum við líka að huga þannig að réttindum og aðstöðu þessa fólks að það leiti ekki í þetta skjól og þannig að það verði ekki aðgengi að næsta fyrirtækin þurfa á því að halda. En ég held við sem réttri leið, en það svolítið langt í land hjá okkur ennþá. Já, það kannski helsta plattformi hérna á Íslandi, þessi netvettvangur á Facebook, vinna með litlum fyrirvara, kannski það er 69.000 þáttakar þar, þannig að er það eitthvað sem þú hefur? Við einmitt tölum aðeins það í bókin okkar, hvað það var athyglisvert, en svo erum við komin með, það eru tvær vefsíður sem ég veit allavega hérna á Íslandi sem eru með svona skrá yfir giggara, það er annars maur.is og hubla.is, en það meira svona bara skráningar, það ekki þessi plattform með algoritmana, það sem getur keypt beint verk í gegnum netið, þetta bara meira skráning, en þannig við erum svona fyrstu skrifunum hér. Takk hérlega fyrir. Já, næst ætlar Jakob Tryggvason að flytja erindi, hann frá félagi tæknifólks sem innan Rafiðnaðarsambands Íslands sem aftur innan ASÍ, ekki rétt. En hann ætlar að fjöllum svara spurningunum virkar öryggisnetið í verkefnadrifnu hagkerfi. Gjörðu svo vel, Jakob. Takk fyrir það. Ég fá að snúkja mér aðeins meira vatn. Það er svona. Það er hérna.
Já, takk fyrir að gefa mér tækifæri til þess að taka þátt. Þetta allt mjög áhugaverð erindi og margir punktar sem bara gott að taka áfram. Það sér einhvern veginn, þegar ég var alltaf fyrir mér hvernig ég ætlaði að koma inn í þessa dagskrá, þá ákvaði ég síðan á endanum einhvern veginn að taka þessi hensyn og stíga alveg einmitt inn í kerfið sem við verðum að velta fyrir okkur hvernig virkar og hvort virkar. Ég veit ekki hvort mér tekst að svara spurningunni sem ég sjálfur hérna fram, en við allavega kannski undirstrýkum hvar vinnan eftir, einhvers staðar hvar við þurfum að fara að leggja hönd á plóg. Mér hættir til að tala hratt og tala mikið, þannig að ég vona að fundarstjórinn þurfi ekki mikið að stýra mér og stoppa mig af, en við skulum reyna. Við ætlum að fara yfir mikið efni og við skulum sjá hvernig gengur. Þetta allavega svona. Jakob Tryggvason heiti ég og formaður félag Tæknifólks eins og áður sagði, og við félagi Tæknifólks, við erum stéttarfélagi í tækni og miðlun, skapandi inn og skapandi greinum, og við teljum svona það til 1600 félagsmenn sem svona mat á ársverkum. Við erum hluti Rafiðnaðarsamband Íslands og ASÍ og samstarfsvettvangi fagfélaginu upp á Stórhöfða 29-31. Og eitt af þeim verkefni sem ég sinni inn í þessu mengi öllu forsvar fyrir starfsnefnd ASÍ og ótrúlega starfræðingarsamband. Verkefnadrifna hagkerfið. Þar að starfa innan þess einmitt að vera giggari eins og hafði verið talað Giggar hafa nánast alltaf verið til innan sviðslista, tónlistar, kvikmynda, miðlunar og stóðþjónustu við það greinar. Þaðan kemur orðið upphaflega, meirum það síðar. Hluti þeirra sem búa yfir eftirsóttri hæfni og þekkingu hafa sömuleiðis lengi átt möguleikann á því að starfa sjálfstætt eins og kom fram í seinasta erindi. En seinasta árum hafa giggvinna einnig rutt sér innan fjölda starfsgreina og því fer giggarum fjölgandi. Þetta nú búin að vera rauði þráðurinn hjá mörgum. En gigg og félagið sem ég veit í formennsku. Byrjum á þessu. Orðið gigg slangur sem festist í málnotkun í jazztónlistarsenu alveg frá millistríðsárunum og dregið af orðinu engagement. Þegar jazzararnir voru að fá tónlistar gigg hér og þar. Smá grunnur og veitum ekki, og enginn veit hvort það einhver tenging, en þetta orð var til yfir létta hestvagna og litla báta sem voru fljótir í förum hérna á 18. eða 19. öld. Þannig að mögulega myndi einhver eftir því, en einhver síður þá var þetta festist þetta í málnotkunni þarna. Og við FTF erum einmitt stéttarfélag sem verður rauninni til innan þessar greina þar sem giggvinna og hefur alltaf verið útbreidd. Við erum stéttarfélag eins og áður sagði í tækni og miðlun og upplýsingatækni. Við erum starfandi innan skapandi innar og skapandi greina. Möguleikar og veikleika verkefnadrifna hagkerfisins standa því okkur mjög nærri. Og það líka augljóst að stærri hlutdeild verkefnadrifna hagkerfisins á vinnumarkaði stendur okkur nærri og mikilvægt að kerfið einhvern veginn á að höndla þessa þróun og við þurfum að kunna bregðast við því og þróa það. Þá það mitt þetta með skipulag vinnumarkaðarins. Skipulag hefðbundins vinnumarkaðar svo sem ekki kannski fullkomið en engu að síður mjög öflugt öryggisnet fyrir fólk sem þar starfar. Við erum með tekjur, tryggingavernd, öryggi, velferð, ábyrgð og hlutverk helstu persóna og leikenda að meira og minna allt með stoð í lögum, reglum og samningum. Ríki, sveitarfélög, samtök atvinnurekenda, stéttarfélög og fleiri eiga þar vel skilgreind hlutverk og form fræðslu, eftirlits og stóðþjónustu ýmiss konar og sama hátt tiltölulega vel uppbyggð. Alveg eins og þetta batteri sem við að bjóða okkur hérna í dag. Eftirlits- og fræðsluaðilar, virk, tryggingastofnun, lífeyriskerfi, trúnaðarmenn, mannauðsstjórar, vinnueftirlit, vinnustaðaeftirlit, stéttarfélagana. Þetta leikur allt sitt hlutverk og flest og öll kunnum við það og leikum það bara mjög vel. En í verkefnadrifna hagkerfinu virkar þetta öryggisnet því miður ennþá illa. Við þurfum að þróa, við þurfum að bregðast við því. Það gengur vel í þessu hagkerfi, þegar gengur vel, þá má klárlega skapa sér þar starfsform sem hefur marga kosti eins og kom fram hérna í erindinu undan. En gallarnir eru enn sem komið fleiri en kostirnir ef eitthvað bjátar á. Til að giggari geti verið jafnsettur réttindarlega í okkar velferðarkerfi, þá þarf hann að vera
einmitt að verða sérfræðingur í því hvernig kerfið virkar, beita sjálfan sig járnag á sína ómælda fyrirhyggju strax á fyrsta degi á vinnumarkaði. Þar eru ekki mannastjórar, trúnaðarmenn, fræðsluaðilar eða aðrir sem að fyrirbærið stíga inn leiðbeina og aðstóða. Nema í litlu máli, öðru hvort kemur það fyrir, en ef við hugsum þetta sem pjúra verkefnadrifið hagkerfi, þá eru þessi fyrirbæri ekki til þar og ekki til einhver virðiskeðja eða ábyrgðarkeðja heldur. Og það er líka samt á sama tíma eitt sem við vitum og kemur alltaf fyrir að ófull og forsendubreytingar munu láta á sig kræla. Við munum fá nýtt hrun einhvern tímann, það verður aftur einhvern tímann heimsfaraldur, slys, einhverju fari í kulnun í starfi, það verða stórar forsendubreytingar, aflabrestur í hvaða geira svo sem það verður og þá þurfum við einhvern veginn að geta gripið á. Þess vegna er þetta einmitt, hvernig virkar þetta blessað öryggisnet okkar. Þetta er ágætt á meðan við kunnum að sveigja og það er framboð á vinnu, en hvernig tæklum við þegar eitthvað sem er alveg ófyrirséð gerist, það er enn sem komið ekki alveg að virka fyrir hagkerfið, verkefnadrifina. Og þá skulum við aðeins svona prófa að skoða þetta. Hefðbundið starf versus þetta verkefnadrifna. Við ímyndum okkur 2 einstaklinga í sikkur á hagkerfinu og öðru leyti sambærilega öllu leyti. Og svo veltum við fyrir okkur hvað gæti gerst ef þeir lendi í einhvers konar áfalli. Á hefðbundnum vinnumarkaði myndi einhver geta gengið að veikindarétti. Þegar honum er lokið, þá er sjúkrafélag stéttarfélag, það eru atvinnuleysistryggingar ef það væri vandamálið. Það er skráning á slysum og næstum slysum sem aftur geta undirbyggt einhvers konar bótarétt. Það er framreikningur og örorkurétt hjá lífeyrissjóðum, tímabundin örorka, tryggingastofnun, þjónusta virk sjóðsins og fulltrúan þar og margt fleira sem að tekur utanum og grípur þá sem að lenda í óvæntum áföllum. Öryggisnetið sem við höfum sem sagt byggt upp og rifist og slípað til í það bil eina öld eða svo er sem sagt orðið nokkuð þéttriðið þar. En á það sama þá ekki við giggarana, ekki nema að litlu leyti. Hingað til við ákvarða rétt okkar til þjónustu frá velferðarkerfinu út frá skýrum skilgreiningum á hver er vinnuveitandi og hver er launamaður, skráningum eins og starfshlutfall, hvað er aðalstarf, hver er yfirmaður og hver undirmaður, starfs- og rekstrarform og þannig byggtu kerfi sem mælir hefðbundna kerfi ágætlega, en eftir því sem einingarnar eru smærri þá byrjar að flæða undan því og þegar kemur að giggaranum á kerfi mjög erfitt með að mæla og í sumum tilfellum er hann í raun alveg ósýnilegur. Einnig má nefna önnur dæmi, nefna önnur málefni eða mögulega gömul mál inn í nýjum búningi sem hafa verið í auknum máli að koma til okkar í samfara stækkandi verkefnadrifnu vinnumarkaði. Það eru þá nefnt ekkomálin, MeToo-tengd mál og ofríki þess sem er í yfirburðastöðu í samskiptum við giggarana, fjárhagslegt áfall giggara sem allt í einu verður ábyrgur gagnvart þriðja aðila, svo eitthvað sem nefnt. Og það eru mörg slík álitamál. Og þó þessi mál komi einnig upp innan hefðbundins vinnumarkaðar þá er þó allavega til einhvers konar goggunarröð og ferlar til þess að gera að lágmarki tilraun til þess að taka á vandamálinu. Þannig að möskvastöru öryggisnetsins þarna í verkefnadrifna hagkerfinu er því augljóslega of stór. Þetta, eins og segir það í næsta punktinum, hafa komið raunveruleg dæmi og er að koma oftar inn á borð stéttarfélagsins. Ég skal til að segja það frá því að við erum einmitt stéttarfélag þar sem þetta hefur alltaf verið til, þannig að við erum að skilgreina okkur sem líka stéttarfélag fyrir giggara og þjónustu þá, en eigum erfitt með að beita sambærilega þjónustu af því að okkur vantar síðan næsta skref fyrir aftan okkur. Í hvaða kassa passa þá giggarinn? Oft einmitt sér fólk fyrir sér að giggari séu nokkurn veginn sambærilegur við venjulegan verktaka. En í raun og veru passa flestir eða mjög margir giggarar frekar inn í skilgreiningar skattsins á því hver er grár eða gerviverktaki og þá lendum við stundum í því að sjá eftir á leiðréttingar að þar hafi verið dulið launasamband í gangi en eins og þú segir þá reynir ekkert á þetta fyrir en eftir á og við hinn persónuleikendur sem eru svona framar í keðjunni heldur en áður en þetta komið inn til skatts og dómstóla eigum þá orðið erfitt með að stíga inn í að því skaðinn er rauninni skeður, það er bara verið að taka til eftir á. Við höfum ekkert getað stutt við eitthvað vandamál sem var þar í gerjun áður. En svo má horfa líka á þennan hópi í aðeins víðara samhengi. Þetta er ekki bara þessir sem eru að reka sjálfan sig einhvers staðar á eigin kennitölu, EHF í samlagsformi eða hvað svo sem það er. Rauninni er þetta líka
stór hópur fólks í mörgum hlutastörfum, verkefni á lausráðið, ráðið til vinnu í tímabundnu verkefni. Þar eru venjulegt samband launafólks af vinnuveitanda að ræða, en það sem réttindaávíslan gerir ráð fyrir uppsöfnun yfir lengri tíma, þá getur þessi hópur fólks illa nýtt sér þann rétt sem það á að í rauninni að nafninu til. Einnig stækkandi hópur fólks í sprota og nýsköpunarstarfi ýmiss konar og oft óljóst hver fer með hvaða hlutverk á þeim vinnumarkaði. Þar eru við, og þar bara veit ég mjög vel, bæði félagsmenn og bara mínu tengslanetti, þar erum við að horfa á kulnun, burnout og ýmislegt sem það er í gangi, en einmitt í greinum sem við hér viljum byggja upp, horfa til þekkinga þjóðfélagsins og slíkt. En þar vantar bakland, við þurfum einhvern veginn að geta þjónustaðir líka. Þannig að við í félagi tæknifólks vilja horfa á verkefnadrifna hagkerfið í mjög víðu samhengi. En hvar byrjum við þá? Við þurfum sennilega að gera okkur grein fyrir grunnforsendunni. Alveg eins og var talað hér í erindinu undan. Ánægilegt að sjá það, ef við ekki að setja einmitt einstaklinginn inn sem miðpunktinn í þessu kerfi. Nú ef einstaklingurinn forsendan, ef hann grunnforsendan, þá býr hann væntanlega yfir sömu mannréttindum og sömu félagslegu réttindum og aðrir. Og með við þá forsendu, þá á geikarinn rétt á sömu þjónustu og venjulegt launafólk frá velferðarkerfinu. Og þá gengur eiginlega ekki upp að geikarinn sé bara skilgreindur út frá skattalegu rekstrarformandi, það sem einhvers konar gangandi örfyrirtæki. Þetta er eitthvað sem ég held við verðum virkilega að breytast. Hvernig sem við gerum það, hvort það er einhvers konar nýtt ráðningar, starfsform eða hvort við útvíkum skilgreiningar sem til eru. Það er eitthvað sem er verkefni fyrir okkur hérna. Nú horfum við til fulltrúa samtaka atvinnulífsins sem er hérna næstur á eftir mér og fleiri. Ok, aðlögunarverkefnadrifna hagkerfi, svona nokkur dæmi sem hafa svona flotið yfir komið inn á borð hjá mér undanfarið. Við horfum til dæmis á þetta, fræðslu, staðfestingu og hæfni og ábyrgð. Hvernig fræðum við giggara sem ekki býr við þessa forsjárhyggju hefðbundna kerfisins réttindi og skyldur. Þar á ég við hver, venjulega hefðbundna vinnumarkaðinum, þá er alltaf einhver tröppugangur. Fólk fer í gegnum skólakerfið, fær einhvers konar fjármálafræðslu. Það er ráðið í vinnu, það er einhver sem tekur á móti þeim og segir hvaða skyldur eru á bak við þetta, skrifa undir ráðningarsamning, þú hittir starfsmannastjóra eða mannastjóra, það hittir trúnaðarmanninn. Einhverjir koma inn og gera mat og viðtöl og starfsánægju þróun og það er ýmislegt svona sem einhvern veginn smátt og smátt bætir í pakkan. En ef við erum hins vegar að kaupa vinnu, hvernig staðfestir það svo vinna þessi vinnina giggara sem þetta hefur til þess hæfni, hvernig getur líka giggarinn sömuleiðis gert kröfur á vinnuveitandann, hann getur gert það þegar markaðurinn er góður og hann hefur val, en ef markaðurinn er þannig að hann verður að taka alla bita, þá hefur hann ekkert val. Þannig að það er einhvern veginn ábyrgðin á verki, ábyrgðin í öryggismálum, ábyrgð gagnvart vinnuvernd og tjóni gagnvart þriðja aðila. Það þarf að skilgreina þessar forsendur allar aftur miðað við þetta, eða útvíkka skilgreiningar öllu heldur. Og þá er svona spurning þetta, hvernig keðjan virkar í þessu öllu saman. Og bara ég get nefnt það til dæmis í kvikmyndabransanum og fleiri stöðum, og þá höfum við séð bara því miður mjög leiðileg dæmi þar sem að sá sem síst skildi situr upp með stærsta tjónið. Ok. Og svo er það réttindaöflunin, hvernig þá tapast hún ekki í verkefnadrifna hagkerfinu. Veikindaréttur og aðgengi að símenntun, uppsagnarfrestur eða ígildi þess, réttur til tímabundinna örorkubóta. Þetta þyrfti alltaf að eiga einhvers konar, eiga sér stað sömuleiðis í verkefnadrifna hagkerfinu eða allavega einhvers konar ígildi. Erum við mögulega að horfa á einhvers konar uppsöfnun í sjóð sem tæki þá við ef ekki verður venjuleg uppsöfnun réttinda hjá vinnuveitanda. Þetta er allt hlutir sem við þurfum að skoða. Hefðbundna kerfi gerir ráð fyrir þessari forsjárhyggju eins og við sagði áðan. Það venjulegur launamaður þarf tiltölulega lítið að hafa fyrir því að sín réttindi verði til. En giggarinn þarf virkilega, eins og ég sagði hér í upphafi, að vera sérfræðingurinn og vita því og vita að hann þarf að taka til og eiga fyrir áföllum og vera með tryggingarnar og kunna hvar og sækja rétt sinn og það. Og þess vegna þarf þetta ferli að vera mjög skýrt gagnvart giggarunum og einhvern veginn þannig að það, ég veit ekki hvort það getur orðið sjálfvirkt, en allavega þannig að við séum mjög duglegir að fræða þá hvað er næst.
og hvað þarf að gera. Og ef við kíkjum þá aðeins á kerfið í stórri myndinni, við þurfum þá að útvíkka skilgreiningar okkar á því hvað starf, hvað vinna, kom svolítið fram hér áður líka, og svo það nái þá líka yfir vinnugíkarans. Ef það ekki skýrt hver vinnuveitandi og hver ekki, hver ber þá ábyrgðina, ef það ekki skýrt hver launamaður eða atvinnurekandi, hver það þá sem líka ber ábyrgðina. Nú ef það hvorugt, þá það sko væntanlega mál sem við þurfum að skoða þá samkeppnisréttur og skattalög og lög stéttarfélög og vinnudeilur, kjarasamninga, texta og líklega einnig lög vinnuvernd og vinnuvernd til þess að horfa mestu sem í rauninni núna horfa mestu reyti framhjá rétti einstaklingsins og fyrir einhverja skyldur sem þeim fylgja vegna skattalegs rekstrarforms og ef ekki hefðbundin ráðningarform að ræða. Leið og giggarinn orðinn að EHF, þá sjáum við hann sem einhvers konar fyrirtæki en ekki persónu sem að afla sér lífsviðurværis. Það breytir verulega mikið ásýndinni. Við þurfum að aðlaga þessar leikreglu vinnumarkaðarins, texta kjarasamninga og regluverki sjálft, svo mismunandi starfsfólk njóti það sama baklands og séu valin út frá gagnkvæmum hagsmunum en ekki þannig að halli á annan aðilann. Og réttindaöflun og þjónusta. Velferðarkerfisins má ekki vera spyrt saman við einhvers konar rekstrarform, heldur þarf að byggja á heildarframlagi einstaklingsins til samfélagsins. Og eftirlitsaðilar og vinnuvernd þurfa að eiga möguleika á að verja og þjónusta þennan hóp á sama átt þá sem starfa á hefðbundnu vinnumarkaði. Og þá, eins og fleiri nefna hvað við höfum séð annar staðar og höfum verið að taka, við erum þáttakendur í erlendu samstarfi sem að meðal annars smitast inn í þetta. Og verkefnadrifna hagkerfi í Evrópu, eins og áður sagði þá var margar greinar en að skapandi innar og skapandi greina lengi þekkt gigvinnu og það sama við á í Evrópu og annars staðar í heiminum. Stærsti vaxtarbrodurinn engu að síður innan verkefnadrifna hagkerfisins í dag hins vegar að verða innan stafrænna verkefnamiðlunar eins og við höfum nefnt hér digital plattformvinnunar og stórar starfsstéttir horfast í augu við miklar breytingar í þeirra umhverfi, oft þá eins og áður hefur verið sagt greinar sem krefjast tiltölulega lítillar sérhæfingar en engu að síður þar álag tiltölulega mikið og bakland mjög lítið og við höfum nefnt þetta með þrif, akstur, sendlastur og fleira. En síðan líka fjöldi annarra verkefna að færast í smærri skrefum frá hefðbundna hagkerfinu yfir til verkefnadrifna og þar eru þá sérhæfðari störf að ræða. Það bara dæmi sem ég man eftir sjálfur og hef séð ýmis rafræn hönnun, texta og þýðingavinna, ráðgjöf og kennsla, auka fjölda smáverka í innslætti og texta, aðgert þjónusta á samfélagsmiðlum, gerð efnis fyrir vefsíður og samfélagsmiðla og fleira og fleira og fleira og fleira. Svona litlum verkum hér og þar, sem smátt og smátt einhvern veginn flæða undan þessu hefðbundna hagkerfi. Og í rauninni stundum flæðir þetta ekki bara yfir verkefnadrifna hagkerfið, heldur því miður líka yfir í svarta hagkerfið, sem kannski enn annað vandamál sem við þurfum að velta fyrir okkur. Það verður alveg ósýnilegt. Og sumt á ofansögðu hefur líka ásýnt deilihagkerfisins sem hér hefur verið nefnt, en stenst í rauninni ekki, sú fullinni stenst í rauninni ekki þegar við nánari skoðum. Og innan Evrópusambandsins, ELO, Evrópudeildarinnar, og hjá fleiri hagsmunaaðilum eru mörg verkefni í vinnslu sem ætla að skýra þessar leikreglur verkefnabundna hagkerfisins. Ýmis verkefni eins og áður hafa verið nefnt vegna digital plattformvinnu hafa verið í gangi. Innan Evrópusambandsins eru stórir bandormar. Ætlum við séum ekki þá komin hérna yfir á næstu glæri. Hérna stóri pakkar eða bandormar. Aðalega undir þessum tveimur skammstöfunum, Digital Services Act og Digital Markets Act. En inn í þessum pökkum verið að tækla og taka á gríðarlega margfættum breytingum, smátt og smátt. Það verið að skýra línur í samkeppnislögum, lögum vinnumarkað, persónuvernd, höfund og eignarrétt og margt fleira. Þetta að gerast og að breytast. Sem dæmi nýleitt þá núna að klárast þetta Guidelines for Solo Self-Employed sem að Evrópusambandið búið með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins búið með samráðsferli og ég veit ekki hvenær það verði síðan gefið út en það næsta skrefið bara þeir klári síðan að vinnu og gefið þetta út. Og þar þau svolítið að gefa leiðbeiningar
hvernig og hvort samkeppnisréttur hefur áhrif á starf einingjans og hvenær það raunin út fyrir myndina og þá taka bara við lög og reglur vinnumarkaðarins í staðinn. Sem það getur verið tiltölulega stór hluti. Annað sem óvíst með að þetta eru guideline og frá framkvæmdastjórninni þetta leiðbeiningar eða þetta leiðbeiningar tilmæli, hversu mikla vikt þetta hefur. En þetta engu að síður trend og þróun sem mun með einum eða öðrum hætti erfast hingað til lands og þá kannski mitt spurning að við kannski tökum þátt frekar heldur en að það einhvern veginn við erfum það án passíft, svo má segja. Að lokum, tilgangurinn með þessu erindi að leiða fólk að einhvers konar niðurstöðu, rauninni ekki að leiða fólk að einhvers konar niðurstöðu, vonandi tekur það þó einhverja frekari umræði og vangaveltur. Og það breytingar sem að verða innan Evrópu munum með einum eða öðrum hætti ná til Íslands. Óskandi að við næðum að vera á undan þeim breytingum og hæfum standa við aðlögun okkar vinnumarkaðskerfis. Og takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, Jakob. Takk kærlega fyrir. Það eru margir giggarar innan hins félags sem eru svona sjálfstætt starfandi, og eru þeir með öll réttindi eins og aðrir félagsmenn geta keypt sér tryggingar eða eitthvað slíkt til þess að hafa veikindarétt og eða lenda í örorku og slíku. Er þetta að kaupa sig inn í þetta og mælið með því? Já og nei, eins og kemur, við mælum með því, já. En það flókið að hanga á því og að tryggja rétturinn þetta ekki niður. Giggarar geta verið í vertíðavinnu, en allt okkar kerfið gerir ráð fyrir jafnri réttinda ávinnslu, jöfnum gjöldum, það renni þannig inn. Þannig að það má ekki koma gat í greiðslusöguna neitt mjög lengi. Tryggingafélög geta bætt upp á eitthvað mögulega. Við höfum verið að aðlaga okkar reglur gagnvart sjúkrasjóðum, þannig að við erum að reyna að taka þetta í einhverju skrefum. Við höfum engu að síður séð að tryggingafélög eiga erfitt með að virðist vera að gera þetta hérna heima. Tölum svona eins og giggari sem vill tryggja sig gagnvart þjóni frá þriðja aðila. Já, hann orðinn fulltrúi einhvers batterís, einhvers sem kaupir á honum vinnuna, gagnvart einhverjum öðrum og þá stundum getur hann setið upp með tjónið en ekki svo sem rauninni biður að vinna vinnuna. Þær tryggingar höfum við ekki okkur tekist að finna hér á Íslandi, heldur við erum að beina til breskra tryggingafélaga. Þannig að það margir vinklar á þessu sem við þurfum að taka til. Þannig að við erum einhvers staðar út í miðri á þar. Þetta vegverð. Já, kannski alltaf að nefna líka félagið okkar það tiltölulega margir svona hreinir giggarar sem að þá einhvern veginn við sjáum eins og einyrkja og skatt og verktaka. En síðan það bil helmingur félagsins sem frá einhvers konar vinnuveitendum sem eins og ég nefndi hérna sem að hafa ásýnd þess að vera inn í hefðbundnu vinnumarkaði en engu síður kannski bara 1 til 3 starfsmenn þar undir einhvers konar kennitölum. Það aftur mengi líka það sem kannski svona grátt svæði, í hvora hagkerfinu það liggur, sá restur. Það margt sem maður þarf að skoða í þessu sambandi. En næst ætlar Guðmundur Heiðar Guðmundsson frá Samtökum atvinnulífsins að koma hérna upp á svið og hann ætlar að svara spurningunum vonandi, kallar verkefnadrifið hagkerfi á endurskoðun regluverks. Gjörðu svo vel Guðmundur, hann lögfræðingur hjá SA. Já, góðan daginn öll sömul og takk kærlega Sigurður og önnur líka fyrir mjög fróðleg og góð erindi. Já, ég ákvað að ráðast ekki í garðinn þar sem að hann rekstur og varpa þessari spurningu fram, kallar verkefnadrifið hagkerfi á endurskoðun regluverks og þannig að mörg að huga í því en ég mun kannski svona beina spjótum þar að svona kannski þessu tilefni til þess að takmarka möguleika einstaklinga á verktöku og annað í þeim dúr eins og hefur verið gert og reynt annars staðar í kringum okkur. En áður en lengri haldið að þetta sé rétt að ég kynni mig stuttlega. Ég heiti Guðmundur Heiðar Guðmundsson og starfa sem lögmaður hjá Samtökum atvinnulífsins og auk þess varamaður í stjórn Vinnueftirlitsins. Ég starfa á vinnumarkaðssviði hjá Samtökum atvinnulífsins og þar erum við að fást meðal annars við kjarasamninga við aðeins og Jakob og fleiri og auk þess að veita félagsmönnum
ráðgjöfum ýmis atriði lúta að starfsmanna og kjaramálum og við þurfum alltaf að vera spyrja okkur spurninga alveg eins og einstaklingar og fyrirtæki og löggjafinn og því rétt að við erum alltaf í sífelldri þróun, vinnumarkaðurinn breytist og við erum ekki með sama vinnumarkað í dag og fyrir 20 árum og verðum það nær víst ekki eftir 10 ár heldur. Ef við kannski byrjum aðeins á giginu og svona hverjir eru kostir og gallar, bæði þá út frá seljanda þjónustunnar og síðan hins vegar kaupandann. Að það eru ótal tækifæri í giginu fyrir báða aðila og fyrir seljandann að hann getur svolítið varið sínum í tíma í verkefni sem viðkomandi brennur fyrir. Við höfum flest heyrt að oft nefnt að það kannski bara 20-30% af tíman okkar hverju sinni í vinnu eða öðru þar sem við erum að eyða eða sem sagt njóta í það sem við erum virkilega best í og síðan ýmislegt annað sem vinnudagurinn fylgir með. Í giginu felast náttúrulega möguleiki til þess að verja meiri þá tíma í það sem þú virkilega brennur fyrir og hlakka til á morgni hverjum að gera og séra þau þá svona sérstaklega í því og með því skapast náttúrulega tækifæri, þú ert verðmætari í því sem þú ert virkilega góður í. Og það getur þá verið tækifæri til þess að selja á vöru þína eða þjónustu náttúrulega í flestum tilvikum á það hærra verði en ella. Þú ert að selja einhvern heildarpakka þar sem að þú ert að sinna mörgum öðrum verkefnum sem þú kannski ekki alveg eins öflugur í og því sem þú virkilega brennur fyrir. Gigið heillar náttúrulega mjög marga út af þessum sveigjanleika. Það eins og hefur verið nefnt hér áður, svona þarfir og áherslur fólk breytast mikið. Svona það að geta svolítið stýrt sínu tíma sjálfur, það eitthvað sem heillar marga, að geta kannski verið bara 3 mánuði í sólarlandi og tekið 9 mánuði, unnið vel í því sem þú brennur fyrir, skipuleggja sig og aðlaga sig eftir því sem þú ert þinn eigin herra, sjálfstæðari og að sama skapi getur þetta verið líka margir horfi í fjölbreytileika, geta verið að koma inn á mismunandi staði og svona umgangast fleiri. Það er eitthvað kostur sem margir horfi í. Út frá kaupandanum að þá getur það verið hagræðing þá í þeim skilningi að þú ert að kaupa þá út þjónustu af aðilum, þú verður að kaupa þjónustu af fleiri aðilum og fengi þá meiri sérfræði þekkingu hverju sinni. Þannig að heildar svona ábatinn getur verið jákvæður af því að þú ert þá sérfræðingar eru þá að hámarka sína þekkingu betur fyrir fleiri aðila sem kemur sér vel fyrir bæði þá seljanda og kaupanda og þetta er náttúrulega líka tækifæri fyrir mörg fyrirtæki sem eru kannski með árstíðabundinn rekstur eða vera að stækka hratt eða vilja taka út einhver ákveðin verkefni að geta þá fengið einstaklingar sem vilja það koma inn til skemmri tíma inn í starfsemina. Og þetta það þannig eins og hún Hedís Pála kom hér inn á áðan að oft það nú með einstaklingar sem eru í giggvinnu að þeir skiptast nú oft á kannski eru í taka sér giggvinnu það ýmist í launþegaformi eða verktöku og fara sér kannski í fastráðningu síðar í hvað sem á samastað eða annað. En með giggvinnu alveg eins og allt annað í lífinu svona næstum því að þá nú alltaf neikvæð hlið líka og öllu saman og giggið þar alls ekkert undan skilið og fyrir seljanda þjónustunnar að þá náttúrulega kallar þetta aukið utanumhald og skipulag. Þú ert ekki með einhvern atvinnurekanda sem sér að greiða þér launin og sem sagt ef þú ert þá í sem sagt verktaki í giggvinnu og samaskapa hafi margir nefnt þennan svona oft nefndir þessi punktur aukin hætta á einangrun að þú sért svona ekki hluti að liðsheild með sama skapi færir á milli, en þetta fer það bara allt eftir atvikum og það náttúrulega stór áskorun fyrir atvinnurekendur sem vilja ná árangri að hlúa vel að fólki alveg algjörlega óháð því hvaða ráðningar fyrirkomulagi einstaklingurinn í, en þetta svona síðupunktur sem nefndur og áskorun og sama skapi hafa líka oft nefndu þessi punktur minni
má segja bara endurspegla þetta atvinnurekstur versus það að vera bara launþegi, að það minni fyrirsjáanleiki og auknar áhyggjur og þú fær ekki þín bara föstu mánaðarlaun og þú ert með uppsagnarfrest og allt þetta. En að sama skapi alveg eins og Herdís Bóla kom inn á áðan að þá auðvitað það þannig að ef þú ert sjálfstætt starfandi þá ertu kannski með nokkra bolta á lofti, þú ert kannski með eggið þín í fleiri körfum á móti þá launþegunum sem með svolítið öll eggin sín í einni körfu og ef hún getur verið sagt upp og þá það kannski meiri forsendubrestur og högg heldur en aðili sem í kannski búin að skapa sér nafn í Kiki og kannski með nokkra bolta eitt farið að þá svona auðveldara að bregðast við því. Þetta svona fer svolítið eftir atvikum hverju sinni. Út frá kaupandaþjónustunnar að þá sem stendur þá fyrir vali vil ég ráða inn starfsmann, bæta við með nýjum starfsmann í fast ráðningarfyrirkomulag með hefðbundnum hætti eða vil ég leita í aðra valkosti þá með eitthvað svona gigvinnu, hvort sem það sé þá ráðningarfyrirkomulag með verktöku, að þá auðvitað það þannig að þú starfsmaður sem í föstu starfi, hann kannski búinn að komast meira inn í kjarnan og svona veist kannski meira hverju þú gengur, þannig að svona þessi punktur nefndur áræðilega minni áræðileiki getur verið, þetta þarf það ekkert að vera ef þetta aðili sem búinn að vera vesla við lengi og veist alveg algjörlega að hverju þú gengur og svo oft ákveðnar lagalegar áskoranir í þessu sambandi líka og svo auðvitað fer það mjög mikið eftir hvort sé launþegarsamband eða verktakasamband. Það náttúrulega punktar sem eru nefndir þær eins og ég fór yfir suma sem fór þá kannski mestu leyti þá við ef þetta í formi verktöku. Við höldum áfram og við kannski svona aðeins förum yfir hvað erum við að horfa á, hvað er gigvinna í Evrópu. Þessar tölur eru alltaf byggðar á upplýsingum frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Að þá það áætlað að þetta séu 28 milljónir einstaklinga á Evrópusambandssvæðinu sem starfa sem giggarar og þessi hópur fer ört vaxandi og svona til samanburðar að þá þetta stærri hópur heldur en samanlagður íbúafjöldi á öllum Norðurlöndunum, þannig þetta engin smá hópur og þetta ört vaxandi. Það þótt hópurinn sé risastór hópur, þannig að það fjölbreytt mengi en ég síður að þá svona stærsti hlutinn í magni en þó frekar ungir einstaklingar og meðalaldurinn 34 ár og karlmenn í svona meiri hluta eða 3/4 en þetta í sífelldri þróun og getur vel verið eftir ófá ára að við sjáum sem sagt aðra niðurstöður í þessu. Þetta 2% einstaklinga í Evrópu og 8% sem sagt aðila eru að afla sér þá reglulega aukatekna í formi giggi. Það bara eins og við þekkjum í Íslandi með alla þessu aukavinnur og annað sem svona mjög þekkt í okkar menningu að það oftar en ekki þá eitthvað sem þá flokkur sem giggvinna, ekki eitthvað sem fast, þetta aðeins til kannski þessi kennslu í verktöku með föstu starfi eða eitthvað svoleiðis. Ef við förum aðeins, þekkja flestir fyrirtæki Uber og Uber eins og mörg önnur þessi stóru hugbúnaða fyrirtæki sem hafa hastað sér öllu undanfarnum árum, býr yfir þeirri sérstöðu að þeir eiga enga bíla, að þeir en eiga síður eru þeir stærsti bílalega heims og viðskiptamódel þeirra byggir upp á þessu að það eru það einstaklingar sem þá skráðu sig inn í kerfi þeirra og selt þjónustu sína í nafni Uber og þegar þið vilja, einstaklingurinn hefur frelsi, hann getur skráð sig þegar honum hentar, hann vill, ekkert bundinn og samaskapi atvinnurekandinn ekki rétt til þess að hann getur ekkert gert ef starfsmaður vill ekki keyra, eða einstaklingurinn vill ekki keyra fyrir sig. Og það reyndi svolítið í þessu máli, sem sagt það var ákveðnir einstaklingar þarna sem voru sem sagt ósáttir við það að þeir væru nýttu stöðu sem verktakar og sem sagt létu reyna það og það var farið í heildrænt mat og þessi dómur svolítið sýnir okkur það að bæði erlendis og hér þá skiptir ekki máli
hvað aðilar kalla samningin, heldur byggist þetta alltaf heildarmati, það sem litið til ákveðinna þátta. Það var niðurstaða Brestonstors að þetta tiltekna starf gæti ekki verið unnið í verktöku, meðal annars þá með tillit til verkstjórnar og boðvalds og hvort þau verið raunverulega sjálfstæðir og svo framvegis. En þetta segir okkur líka það að að endingu það alltaf dómstólar og skattyfirvöld sem endurskoða bæði í skattalegu og vinnuréttarlegu tilliti hver samningurinn hverju sinni. Og í Evrópu hefur verið mikil umræða og gerjun og þessi tilskipun, það var lögð fram tilskipun nýverið þar sem að verður að fá mun stór hópur einstaklinga í gig-hagkerfinu ekki lengur njóta stöðu sem verktakar heldur en launþegar. Það unnið verið að leggja fram þarna ákveðna girðingu eða ramma hverjir geta verið launþegar og hverjir verktakar. Það misjöfn ánægja með það því að bæði frá þessum einstaklingum sem að selja þessa þjónustu og líka frá verkkaupum, af því að það bæði kostir og gallar við bæði kerfin. Og það alltaf spurning í þessu eins og öðru, hvort á svona forsjárhyggjuleið sé besta leiðin en ekki. En eftir sem áður að þá þetta 4,1 milljón af einhverjum 30 milljónum, þannig að þetta kannski svona. En ef við horfum aðeins á íslenska markað, af því að það sem skiptir máli hverjar á Íslandi, hver ramminn á Íslandi. Þá það þannig að giggarar ýmist samkvæmt íslensku rétti skilgreindir í vinnuréttarlegu og skattalegu tilliti sem launþegar eða verktakar. Þá skiptir ekki máli einstaklingur getur verið alveg eins og nefnt hér áðan, selt út sína þjónustu en verið með kennitölum sig og notið ráðist þangað sem launþegi og þá hann meðhöndlaður sem slíkur. En þessi atriði sem litið til og þetta eitthvað sem áratugum framkvæmt bæði hjá dómstólum og skattyfirvöldum að það litið til atriði að borðið verkstjórn, boðvald, raunverulegt sjálfstæði, persónubundið vinnuframlag, afmörkun ábyrgð á verki, þetta aðalstarf eða aukastarf, hvað aðstæðan, hver verkfæri, greiðslur og fleira. Það heildarmat af þessu sem ræður því hvort að það sé litið á viðkomandi sem verktaka eða launþega. Það getur vel verið að sé 1, 2, 3 atriði sem bent til verktöku en heildarmati leiðir til þess að þetta sé launþegi og öfugt. En af hverju skiptir þetta máli? Það að það gilda ólíkar reglur þessar 2 hópa og starfsmaður einstaklingur sem skuldbindur sig til að starfa hjá einhverjum vinnuveitanda og undir hans stjórn og ábyrgð gegn tilteknum launum og öðrum starfskjörum. Og réttur til launa þannig almennt óháður framgangi verks. Þannig að starfsmaður að hann vinnur fyrir ákveðinn atvinnurekanda sem leggur línunar og hann getur ekki fengið annað til að vinna verki fyrir sig og svo framvegis. En verktaki á hinn bóginn að það þá aðili sem tekur að sér gegn greiðslu að sjá framkvæmd tiltekins og verkkaupa ábyrgist árangur þess. Þannig það aðili sem bara að taka sér ákveðið verkefni, gegn ákveðinni greiðslu, hann getur almennt séð falið öðrum til að vinna verki fyrir sig, en það líka á hans ábyrgð að verki sé í lagi og samanskapið greiðslur þá almennt háðar verkinu. Og þetta skiptir máli því að það ólíkar reglur sem gilda þarna á milli og það eitthvað sem einstaklingur sem að selja sína þjónustu í formi verktöku þarf þá að hafa í huga. En launþegar í giggi að þeir geta verið eins og við komum fram á, þú getur alveg verið rekið bara félag og þú ræður þig þar inn og nýtir það réttinda sem slíkur, en þetta það alltaf afkoma á annað háð hverju þú selur út, bara eins og við hefðbundum atvinnurekstri. En þú getur líka, svona kannski nærtækast sem flesti þekkja, getur giggari ráðið sig í tímabundið starf
verið að flakka milli mismunandi starfa, að fara úr tíðindaráningu í fastráningu svo framvegis. Það eitthvað sem flestir þekkja og kannski veldur litlum vandkvæðum. Þá bara nákvæmlega sömu réttindi og í tilviki starfsmanna sem eru í föstu starfi. Það líka til önnur ráðningarfyrirkomulag eins og verkefnaráðning. Þú getur ráðið þig að meginstefnu til í flestum tilvikum til að sinna tilteknum verkefnum og nýttu þá stöðu á meðan þú ert að sinna þessu verkefni sem launþegi og þá erum við að tala um þessi réttindi, það lágmarkskjör samkvæmt kjarasamningi, það orlof, veikindi, slys, uppsagnarfrestur og annað og samanskapið reksturinn eða sá sem að kaupa þig þjónustu lendir í þroti að þá ert að njóta forgangsréttar þegar kemur að úthlutunar búinu. Þetta ekki almenn krafa sem svona oftar en ekki fæst ekki greitt eins og er þá tilvikið hjá verktökum og þeir sem eru bara að kaupa þjónustu eins og aðrir sem kaupa þjónustu af fyrirtækjum. Og þú átt rétt til greiðslu launatengdum gjöldum, það einhverjar atvinnurekstur sem sér að skila staðgreiðslu og greiðir mót framlagi lífeyrissjóð. Þetta eitthvað pakki sem verktaki þarf að sjálfsögðu að horfa til þegar hann ákveður hvað hann ætlar að rukka fyrir sína þjónustu og hvort hann vilji kjósa að fara í verktöku fremur en launþegasamband. Þá velji einhver af þessum kosti eða fast starfshlutfall. Það ræðst alltaf af samkomulega stöðu hverju sinni og það eins og við munum komin að síðan, það sífelld samkeppni einstaklinga og störf og annað þannig að fyrirtæki munu þeir sem vilja vegna vel að sjálfsögðu alltaf svolítið þá aðlagast að kröfum einstaklinga hverju sinni. Það líka til fyrirkomulag sem svona má lýsa svona sem ákveðin eins og útrýmingastarfsmaður að þá ertu skráður á lista bara að eða koma upp einhver ákveðin verkefni að þá hægt að hafa samband við þig og þú þá ræður því algjörlega óbundin hvort þú takir þessi verkefni eða ekki. Ef í þetta fyrirkomulag má segja sér svona ákveðin blendingur á því leytinu til að þessi einstaklingur algjörlega óbundin af því hvort hann tækja sér verkefnin og atvinnurekandi líka hvort hann bjóða honum einhverja vinnu og þar af leiðandi gildir engin uppsagnarfrestur af því þetta alltaf bara tilfallandi starf sem hún tekur að því hverju sinni og eins að þá engin veikindaréttur því þú ert bara ráðinn til ykkur verkefnis ef þú vilt taka það að þér og getur alltaf sagt nei en þetta eins og annað sjálfsögðu alltaf endanlega alltaf litið heilstætt á var fyrirkomulagið raunverulega svona eða ekki. Þannig að auðvitað liggur við mikla áherslu á það að aðilar fari eftir lögum og reglum og sem betur fyrir eru við með kröftuga dómstóla og skattuði til að endurskoða fyrirkomulag sem þetta. Þetta svona eitthvað sem svona skólafólk nýtir sér stundum og aðrir sem vilja bara geta átt möguleika okkur aukavinnu. En ef við förum kannski meira að vinda okkur að svona stóru spurningunni og að það eru nokkuð skýrar línur á Íslandi og hafa bara dómstólar og skattyfirvöld mótað það undanfarnum árum varðandi skilsmið þá verktöku og launþegasambands, hvenær einstaklingur í verktöku, hvenær launþegasambandi. En að sjálfsögðu verða alltaf ný störf til og þá einir á túlkun hverju sinni hægt að heimfæra þetta undir launþegasamband eða verktöku og það bara eitthvað sem í stöðugri þróun. Við teljum afar mikilvægt að það sé valfrelsi fyrir einstaklinga það sem við á, þeim tilvikum þar sem að launþegasamband gengur upp og verktaka, að aðili geti svolítið ákveðið að vilja hvort vilji frekar fara í launþegasamband eða verktöku. En þetta sjálfsögðu með þessu fyrirvara að það verður að geta gengið upp að það ekki, við verjum það ekki undir neinum kringumstæðum þar sem að það verið að þvinga aðila í einhverja gerviverktöku sem alltaf bara ólögmætt og þarf að
taka á. Og það hafa verið reynda tilraunir, alveg eins og kemur til dæmis fram í góðri bók Herdísar og Árelíu, Völundarhús tækifæranna, eins og var gert í Kaliforníuríki að sem sagt, það sem voru sett lög tímabundið, þar sem að giggurum var meinað að sem sagt, skrá sig verið í verktöku, þegar voru bara sjálfkrafa þurftu að vera í launþegasambandi og það olli gífurlega óánægju bæði meðal sem sagt, verkkaupa sem ekki síður meðal seljandi þjónustunnar. Það voru nokkuð félög sem fóru að óska eftir undanþágum og fleira. Þetta endaði þannig að löggjöfin í Kaliforníuríki sem sagt hvarf frá þessu og sem sagt með nýrri lagasetningu sem dróð þetta allt saman tilbaka. Af því að með þessu var þróunin að það bara töpuðust ákveðin störf, tækifæri, verðmæti í samfélaginu, frelsi fyrir einstaklinga sem var til staðar sem vildu vissulega nýta sér það. Þannig og svo það alltaf þannig að við fyrirtæki í stöður í samkeppni vinnuafl og einstaklinga og þau fyrirtæki sem ætla að vaxa og dafna inn í náinni framtíð, að það þau fyrirtæki sem muni aðlaga sig að breyttum aðstæðum og breyttu umhverfi og hlúa vel að öllum sínum einstaklingum án tilliti til þess hvort séu sem sagt í hvaða ráðningarfyrirkomulag þeir eru. Og ef það ríkjandi kalla þá frá sem sagt einstaklingum sem sagt kjósa að í stað þess að nýta sér sem sagt verið í föstu ráðningarsambandi og vilja ekki nýta sér þau launþegaform sem eru sannarlega til staðar í tilviki gigvinnu og það kannski mikilvægt og má kannski flagga þeim frekar, þetta sem margir sem kannski vita ekkert alveg að þessum möguleikum og fara kannski í verktökuna og maður hefur alveg tekið samtöl við aðila sem hafa snúið úr verktöku í svona sem sagt ráðningaform eins og þá sem sagt verkefna ráðningu og slíkt að þá sem sagt munu því fyrirtæki ef það ákall hjá einstaklingum að þá munu fyrirtæki þá ef einstaklingum vill frekar njóta ákveðinna réttinda gegn þá vægari þóknun eða vill frekar taka út sín heildarkjör þannig þá mun atvinnulífið að sjálfsögðu svara því. En ég held að það sé alls ekki skynsamlegt og ekki tímapunkturinn núna til þess að fara að ráðast í einhverja löggjöf þar sem við varum að banna verktöku í ákveðna hópa, það yrði að vera í launþegasambandi eða fara að ákveða það með einhverju lagasetningu að verktakar verði að sem sagt muni eiga að njóta þá orlofs og veikindaréttar eitthvað svoleiðis, en þó að hafa frelsi sem verktakar að það muni einfaldlega eyða atvinnutækifærum og ekki vera hagur neins. Það mun alltaf koma upp tilvik þar sem að einhverjir hvort sem af ásetningi eða fyrir mistök ekki alveg sem sagt vera að heimfæra sig undir þær reglur sem eru til staðar hverju sinni, en svarið við því ekki að okkar mati einhver ríkisleið þar sem að það sem sagt þar sem að það þá verið að banna ákveðið möguleika af því það einhverjir nokkrir sem eru ekki að virða þetta sem sagt hverju sinni. En að sjálfsögðu við erum nú á fundi hér á sviði vinnuverndar, þá náttúrulega mikilvægt að benda líka á það vinna í gangi sem alveg frábært að einfalda verkferla og annað slíkt á sviði vinnuverndar fyrir lítil fyrirtæki og verktaki og aðra og auðvitað það þannig að hjá langflestu fyrirtækjum atvinnulífið byggt upp á litlum meðalstórum fyrirtækjum, svona þessum verktökum og annað, að þetta umhverfi sé þessi tól og annað sé aðgengilegt, auðvelt í notkun og annað, af því að sem sagt oft gefst lítill tími fyrir annað en grunnstarfsemina. Það mjög mikilvægt að þessir einstaklingar sem velja þetta ráðningarform séu ekki verið stattir í vinnuréttarlegu tilliti heldur en sem sagt þeir sem eru í föstu ráðningarsambandi. Það svolítið verkefni okkar allra, bæði náttúrulega bara vinnustaðanna og ekki bara atvinnurekandans, vinnuvernd, það gengur mikið út af það að það sé samstarfsverkefni alls hópsins hverju sinni og líka okkar hjá atvinnulífinu og verkalýðshreyfingunni og vinnueftirlitinu og ríkinu að vera með sem sagt aðgengileg
tól og annað sem nái sannarlega eyrum þeirra sem séu að vinna á gólfinu í þessu. Það ekki fleira að sinni og ég þakka kærlega fyrir mig. Þakka kærlega fyrir þetta fróðlega efni, Guðmundur. Ég langar bara að spyrja þig svona út í framtíðina, og það kemur kannski á Jakobi líka. Þegar ef að þið verður meira áherslu á þetta verkefnabundna hagkerfi í framtíðinni, það verður með sér núna næsta átak Vinnueftirlitsins eða Vinnumverndarstofnunar Evrópu sem að Vinnueftirlit tekur þátt í, það er þessi stafræna bylting og hvernig við getum tryggt vinnuvernd í stafrænni byltingu í 4. kynslóðinni, iðnbyltingunni og með gervigreind og slíku og algoritma. Hvernig getum við svona tryggt heldurðu svona góða vinnuvernd til framtíðar þegar þetta er orðið svona mikið komið á netið, hvort að samtökin geta eitthvað, verða þau áfram til eins og samtök atvinnulífsins og ASÍ, eða verður þetta allt einhvern veginn svona fljótandi á netinu? Treystirðu til að svara þessu spurningu? Já, takk fyrir og enn og aftur stórt spurt. Var þetta fyrri hlutan á spurningunni sem snýr sem sagt að svona framtíð vinnuverndar og hvernig við náum til þeirra aðila sem séu að vinna í þessum breytilega heimi með svona aukin stafrænvæðingu og annað, að þá held ég að lykilpunkturinn hér eins og annars staðar sé svolítið að vinna þessi tæki og tól með þeim sem séu að framkvæma þetta hverju sinni, þannig að það sé aðlagað að þeim en ekki unnið, eins og oft sagt, í einhvern fílabeinsturninum, sérfræðinga, lögfræðinga eins og mín og annarra, heldur þeir sem séu að vinna þessu komið sannarlega að borði. Það er mikil áskorun og verður að ná til þessu aðila, en ég meina þar mun, eins og ég sagði áðan, tel ég bæði verkalýðshreyfingin og atvinnurekendasamtök og fleiri aðilar og ekki síst kannski líka þessi bara hlutverk einstaklinga í að fræða aðra. Þetta er samstarfsverkefni, skipta miklu máli. Þannig að svona þessi beini háttu, ég held svona bara ef við erum alveg niður á jörðinni, þá held ég að við munum aldrei fá 90% einstaklinga á Íslandi til þess að fara inn á heimasíðu Vinnueftirlitsins, þótt að það væri óskandi, þannig við þurfum svolítið að finna aðra leiðir til þess að ná beint til fólks og þá skiptir einfaldleikinn gífurlega miklu máli. Þetta sé hvað er það sem skiptir mestu máli í vinnuverndinni, leggjum áherslu á það og hvernig getum við komið einfalt til skila, þannig að það sé svona hvernig getum við náð árangri á sem skemmstum hætti. Og þar er mikilvægt að eiga þetta samtal sem í gangi við sem sagt einstaklingana á gólfinu. Ef ég kem að hinni spurningunni varðandi framtíð vinnumarkaðarins, hver er framtíð verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekendahreyfingarinnar og annað, að þá að sjálfsögðu verðum við alveg eins og fyrirtæki og aðrir í samfélaginu að þróa okkur að breyttum aðstæðum. Við erum til út af því að fyrirtækjunum og verkalýðshreyfingunum út af einstaklingunum hafa kallað eftir í út af einhverjum ákveðnum áherslum og við þurfum að sjálfsögðu að við ætlum að lifa af sem er ekkert í sjálfum sér eitthvað áherslumál. Við viljum, ef það er vilji fyrirtækja og þessi hagsinn í því að við sem til alveg eins og einstaklingar í verkalýðshreyfingunni að þá þurfum við að sjálfsögðu að hlusta hverju sinni. Hvað er það sem skiptir máli? Hvert er hagkerfið að stefna og aðlaga okkur að því? Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir Guðmundur og þá er nú komið að lokum þessa fundar á degi vinnuverndar. Við höfum, svo Guðmundur sagði, það er samvinnan skiptir eiginlega öllu máli, að menn nái saman í þessum málum til þess að tryggja vinnuvernd. Það er einmitt einhvern orð dagsvinnuverndar hjá Alþjóða vinnumálastofnuninni, þessi Act Together, en það sem við leggjum áherslu á hjá Vinnueftirlitinu, það er vinnuvernd allar hagur, allir komið heilir heim og þannig að ég hef þetta sem lokaorð í dag og þakka þátttakendum öllum fyrir mjög góð erindi sem að menn geta þá séð hérna á netinu
til allra framtíðar. Takk kærlega fyrir.